Þessi þáttur í boði Pop Smells frá Nova Sirius. Þetta súkkulaði pop sem kemur í 2 bragðtegundum, venjuleg súkkulaði með piparduftið, klálega uppáldum mitt. Þátturinn líka í boði Doritos, snakk frá Ölgerinni. Doritos kemur í nokkrum bragðtegundum, þar að meðal Sweet Chili sem er svartubókin. Það er ekkert snakk sem toppar hann, að mínum mati. Þátturinn líka í boði Subway, bestu bátnir í bænum. Subway sér líka salat og vefjur. Uppáhaldsbátur mín á Subway, það kaldur BMT og ég kaup mér allavega alltaf 3 smákökur, þær eru það góðar. Og þátturinn líka í boði Sambíóana. Sambíóan reka 5 kvikmyndahús á Íslandi, 1 á Akureyri, 1 í Keflavík, 3 í bænum, Álabakka, Kringlunni og Egilshöll. Egilshöll, það er uppáhaldsbíó mitt, ég fer oftast þangað, salur 1, það er ekkert sem toppar hann. Ég vil þakka þessu fyrirtækjum kærlega fyrir stuðningin, ég vil líka þakka ykkur fyrir að hlusta og horfa á Bíóblaður. Endilega fylgið Bíóblari á Instagram, TikTok og Facebook og ef þið viljið styrkja Bíóblaður, verslið við þessi fyrirtæki sem styðja þáttinn. Verður þetta í þættinu? Við ætlum að byrja að Batman þáttinn. Þá ég að tala fransk. Herru, bara verið velkomnir strákar. Já, ég ætla að setja síman hérna frá. Gaman að fá okkur aftur. Já. Máni komin aftur. Já, ég komin aftur. Velkomin, sko. Afsaka allar tafirna. Loksins ná að taka þetta upp. Já, og hérna, ég er samt reynda með tidbit fyrir þig, Hafsteinn. Þetta er í fyrsta sinn sem ég hef komið 4 sinnum hingað í þetta stúdíó og þetta er í fyrsta sinn sem ég hef ekki þurft að spurja heimilisfangið. Ég var að hugsa ég hugsa á ég að senda Óla heimilisfangi til þess að koma í veg fyrir að honum líði illa með að þurfa að spurja mig það. Nei, ég skrifaði það í símanum mínum í notes, alveg bara hástöfum, sko. Það er bara in all caps, fyrsta sem ég sé í notes er adressan. Þannig að þú munt aldrei þurfa að spurja aftur heimilisfang. Ég mun örugglega að gera einhvern tímann aftur ef ég eyði þessu símanum. En ég sé að þú komst með bollan þinn sem fékkst í þætti 100. Jep. Ég meina því ekkert annað, ég meina ég á þetta. Þetta er iconic bolli. Þetta er iconic shit, sko. Kannski fær Máni í þætti 200. Já. Kannski. Þá parar þú mér og honum með Tomma Valgeirs. Þá fæ ég bolla þinn. Já, ég kan gera það. Bollan að Óla. Hérna. Þáttökubollin þinn. Mér finnst þetta að þú ættir að sjá að taka bollan af hann og gefa mér hann. Meina að ræna honum, að þið þá gjöf sko, að ræna af Óla og gefa þér hann. Já, svolítið. Mögulega gera það. Herri, við ætlum að tala í dag. Batman. Uppáhalds-overage mín. Já, okkar líka. Bestur. Hann er bestur. Við förum aðeins nánar til það af hverju hann er bestur. En ég kom með styttu, Batman styttu. Hvernig styttur hún? Þetta er geggjað, sko. Þetta er fallegt. Vitið á hvað hönnunin er byggt? Jim Lee. Vel gert, Máni. Ég sé bara í bakið á þessu. Þú bara þekkja skikkjuna, þessi Jim Lee skikkja. Já, en þetta er allan daginn Jim Lee, sko. Og ég leit líka búa til, fyrir það sem eru að horfa á þátturinn á YouTube, Batman The Dark Knight svona á skjáin. Já, var þetta búið til? Ég gerði það. En djöðlega, það er cool. Þetta er bara, við fengum bara svona exclusive. Já, þetta er svona sérstökum Batman þáttur. Við ætlum að hafa þetta 2-parter. Við myndum að blara endalst innan karakter og þessar myndir. Þannig við tökum okkur smá pásu og ég ætla að búið til svona Batman viku. Ok. Ég ætla að gefa þetta miðvikudaginn á föstudegi, þetta kemur út. Já, setur þetta hannig? Já, ég ætla að gera það. Ég elska það. Og ég ætla að gera svona, ég ætla að hafa eitthvað á Instagram, eitthvað svona Batman spurningaleik eða eitthvað svona, hafa svona gaman svona í kringum þennan karakter, en hann stendur mér nærri hjarta, hefur gert síðan við krakki. En þá langar mér bara að spurja ykkur, byrjum bara þér Óli. Ok. Af hverju fílarðu Batman? Hvaðan kom þessi áhugi? Sko, fyrsta live action myndin sem ég sá ever, ég hafði bara alltaf séð teiknimyndir þegar ég var krakkin. Fyrsta myndin sem ég sá með leikurum, þú sérð alvöru fólk, var Tim Burton Batman myndin frá 89. Og ég er ekkert frá því að Batman Returns var seinni myndin ever sem ég sá live action. Nei, það er tvær. Ég fekk það bara svona, ég átti hérna, ég gleymi bara ekki þegar ég sá hana fyrst, sko, því það var svona, hún var eiginlega bara svona sett í tækið. Og hún byrjaði bara að spila og ég var svona að horfa á þetta og maður sér, maður heyrir svona tónlistina og allt svona síðan kemur Danny Elfman þýmið og þú veist að fara í gegnum logoðu og svo fer það svona upp og svo fattaði ég bara svona ok, þetta er náttúrulega að sprengja barnsheilan, bara hvað þetta er magnað skot, sko, en síðan allt í einu er þetta bara svona, ég er að horfa á eitthvað fólk og heyrðu, það er verið að ræna þetta fólk og síðan er einhverjum 2 bóar upp á þaki og síðan kemur hann að Batman svona sígandinn í bakgrunum og ég fríkað út, sko, að því ég var ekki að höndla þetta því maður hafði náttúrulega bara sér Batman sem teiknumyndafígur eða í blöðum og síðan bara svona, oh my god, Batman er til! Hann er ekta! Já,
og náttúrulega, veist, og það sem staðfesti það náttúrulega þegar hann með hann á þakir eftir að hann búin að negla einnandi gegnum gegnum einhverja hurð og eitthvað og svo heldur hann svona yfir þakinu og síðan bara svona kemur hann what are you? Og hann tekur hann inn I'm Batman og kastar hann og ég fríkaði út sko. En það sem fyndi að því myndin verður síðan svo eðlileg eftir þetta, hún svona verður bara svona blaðamennskan og bara Knox að finna þetta og Jack Nicholson þarna og ég allan tíma bara, heyrðu, hvað Batman? Já. Það er það sem maður vill meira sem krakki, maður bara, hvað öll Batman-atriðin? Var það sem, þetta 89 myndin, það sem kveikti þín áhuga? Já, bara strax sko, og það var síðan, 2001, var ekki, ég held að það var 2001, þegar hérna Justice League þættinni kom út. Teiknum þetta? Já, ég sá hérna Premiere þáttinn back in the day á Cartoon Network. Þú bara, fórst á fætu snemma eða eitthvað svoleiðis? Bara lang fyrsta þátturinn á Cartoon Network þegar hann kom út og það var by chance. Ég var bara sitjandi heima og horfa á teiknumyndir as you do og á Cartoon Network af því hún var með það. Ég er náttúrulega elstur á sluffi Cartoon Network rásina því amma var með bara subscription að þessu sko. Og síðan kom þetta bara, þú veist, introð með silhouetturum og þetta og þegar ég horfði síðan á þetta mörgum árum seinna, var bara að fara í gegnum animeti þættina, þá sá ég að þátturinn sem ég sá þarna var fyrsti þátturinn og þetta var bara premiere dated. Þannig að ég sá Justice League fyrsta þáttinn þegar hann kom fyrst út. Ok, en þá er ég að spyrja þig manni. Já. Á hverju fílar þú Batman? Hvaðan kom áhuginn þér? Sko, þú manst þetta gamlu Batman-teiknumyndunum, sýndar held ég á Stöð 2, þýddar á íslensku, mjög vel þýddar á íslensku. Alveg svakalega sko. Alveg bara, ef ég fyndi spóluna mína og ég geti sett hann aftur í, ég er alveg vissum að þetta myndi hann þá virka. Já, þar. Áttu það ég átti á leðurvængjum og ég átti, kulið hjarta, frosið hjarta. Var það Mr. Freeze þátturinn? Já, Mr. Freeze þátturinn. Ok. Tveir, fyrsti þátturinn og örugglega besti þátturinn. Þegar ég var lítill og núna man ég ekkert af þessu. Mér skilst að ég hefði mætt í leikskólan með Batman-skikkju alveg oftar en ég gerði það ekki. Þú varst það mikill fan. Svo er mér sagt. Já, ég segir þetta Máni, ég gerði þetta líka. En ég mætti ekkert í skikkju, sko, ég mætti í búning. Varstu með grímur og allt? Já, ég var Batman. Ég var Batman fyrst. Ok, þeir eru báðið Batman. Þannig að animated dótið var það sem kom þér fyrst í þetta? Já. Og sást þú síðan mynd frá 89 myndina, var það fyrsta live action myndin svo sást? Örugglega, fyrsta live action myndin sem ég séð var örugglega Batman and Robin. Já. Hún er alltaf, 97? Já. Já. Þannig að hún hittir aðeins betur svona á þegar ég er lítill. Ég átti hana líka á spólu sem var bara tekin upp af, þú veist, þegar hún var sýnd í RÚV eða eitthvað svoleiðis. Og það var sko hort á hana aftur og aftur og aftur. Vantaði fyrstu 5 mínúturnar. Skiptir engum máli. Þannig að Batman og Robin var svona þín kynning á live action Batman. Batman and Robin, hún er mjög eins og Batman 66, en við erum að tala um gamla Batman, áður skulum við tala um gamla Batman. Batman 66, Adam West, er alveg jafn góður Batman og allir aðrir. Þetta er 100% Batman, þetta er bara smá silly. Batman and Robin, þetta er nákvæmlega það sama. Þetta er mjög góður Batman, hann er bara mjög silly. Já, líka George Clooney er alveg... George Clooney veit nákvæmlega hvað hann er að gera. Já, en ég elskar líka bara hann litlatrinn með honum og Alfred, af því George Clooney er verulega flottur Bruce Wayne. Alveg bara með rétta efninu. Ef rétta fólkið hefur verið á rétta tímanum og gert góða, jafnvel bara svona allt í lagi Batman-mynd með George Clooney, ég held að fólk væri ennþá að segja að hann væri bestur. Örugglega. Ok, en förum í hana aðeins eftir. Já. Tökum hann réttir röð. Þú ert vantilega búin að sjá 89 myndir, ha? Já. Ok, tökum hana aðeins fyrst. Kemur út 89. Það er svo mánuð tala um Adam West dótið, það var silly. Það var silly. Fólk svolítið tengdi Batman við þá útgáfu. Svo kemur Burton með þessa mynd, 89. Hún er allt öðruvísi heldur en Adam West dótið. Viljum við aðeins tala um Adam West dótið í kringum þessa mynd samt? Já, ég meina, endilega, ef þið hafið eitthvað sem þið viljið tala um í sambandi við Adam West. Áður en þú kemur með það samt, ég þarf að segja ykkur svolítið fyndi með þessar 4 myndir sem við ætlum að fara í. Ég sé þær í rosalega skrýtnari röð. Ég sé 89 og 92 og síðan tekur það stökkið að ég sé Batman and Robin. Ég sá Batman Forever síðastæðin. Já, maður. Þannig að það var svona, ég tók þetta giant leap, þannig að þegar þú ferð frá Batman and Robin niður í Forever, hún virkar svo tame í samanburði. Já, í samanburði Batman og Robin.
Ok, en Adam West, hvað sér við? Ertu með eitthvað í sambandi við það? Adam West fekk mjög slæma meðferð í kringum þessa mynd, af því að Warner Brothers, þeir þurftu að selja þessa nýja útgáfa Batman. Við getum ekki haft Adam West, hann á silly, við þurfum að taka hann svolítið úr svona meðvitundinni hjá fólki. Og Adam West var gæinn sem að mætti í Batman-búningnum bara á Comic-Con til að vera bara með aðdandurum af því hann elskaði þetta. Þeir hótuðu að kæra hann ef hann myndi mæta aftur. Hann fekk það sko óþegi frá þeim. Hann, ég held að var það Burton eða var það Adam West sem að baðum að Adam West var í ykkur cameói sem að síðan bara nixað af pródúserum. Nei, það er alls ekki þannig að ég ætla að fara að bæta þess und. Þetta var svona til að nutta salt í sárið, sko. Nú? Þeir buðu honum cameo sem Thomas Wayne. Sem drepinn. Þeir ætla út með gamla Batman, inn með nýja. Þeir ætla að hafa hann sem Thomas Wayne og hann skotinn. Í Burton myndinni? Já. Það er ekki nógu gott. Nei, og Adam West harðneitaði væntanlega. En það átti að vera skilaboðin. Gamli Batman out. Hann er bara dauður og nú komið ný. Skotin til bana í einhverju göttuhorni. Pældi því. Það er disrespect. Pældi því Batman Begins hefði byrjað með Michael Keaton skotin til bana Það hefði verið geggjað. Ég var ekki sem búin að hugsa það. Oh my god, mér langar að sjá það. Af hverju er það ekki hefð? Af hverju það verður í Matt Reeves myndinu, Ben Affleck skotin. En þeir taka við sem Thomas Wayne skotnir í byrjunni. Shit, af hverju það verður svona skrýtnasta svona Stan Lee cameo hefð í heimi. Já, við vorum búin að tala um þetta. Adam West átti að vera DC Stan Lee cameo. Já, allan daginn, sko. En hversu brengla er það ef Keaton skotin í Batman Begins, það hefur verið svo gullið. Shit, mér finnst þetta vandralega að finna. Já, af því ég er að sjá þetta fyrir mér af því það er náttúrulega svo mikið skipting af því þá er náttúrulega bara einhver 2 ára milli frá Clooney og Kilmer. Þannig að Batman og Robin kemur út og við sjáum Kilmer bara skotin. Hann skotin. Og veist hvað ég er að spá? Affleck skotin í Pattinson myndinni en síðan kemur Affleck í Flash myndinni en Pattinson skotin það. Þetta er svo mikil hræri grötu. Alltaf verið að myrða á. En ok, Tim Burton myndin. Tim Burton myndin. Já, sorry. Það er mjög skemmtileg byrjun. Hún vakti mikla athygli og var sjúklega vinsæl. Ég man eftir þessu, ég er 6 ára þegar hún kemur út. Ég man eftir hvað þetta var svo svakalega stór eventmynd. Hvernig finnst þér þessi mynd? Mér finnst hún ennþá snill. Eldist þú vel? Já, alveg rosalega, sko. Þú veist, það hún er bara fallega að horfa á og hún virkar ekki eins og svona 80s eða 90s mynd fyrir utan, þú veist, safnatriðið. Og Prince-soundtrackið. Já, með Prince-soundtrackinu. En lítandi tilbaka, mér finnst þessi mynd svo mikil brenglun. Hvernig það? Af því, þú veist, þú skoðar svona, Michael Keaton sem Batman er ákveðið gamble. Af því þetta er grínleikari og uppistandari sem er að leika Batman, en síðan næstu með Michael Gough sem er náttúrulega Hammer leikari, vinnur okkar. Og en það sem er svo brenglað við þetta er að það er önnursa, það er Hammer þátturinn. Já. Ég er búin að horfa á þær. En það sem er svo magnað er að Jack Nicholson, bara 2-time Oscar winner, er að leika vondagæðin í ofurhetjumynd. Þetta er sturluð pæling. Að því þú veist, það er kannski vinsælt í dag að svona high profile leikarar í einhverju svona, en 89, Jack Nicholson bara búinn að vinna 2 Óskarsverðlaun og hann bara, herru, ég ætla að setja mig fjólublá jakkaföt og mála með hvítan í framann. Haltu kjafti, maður, hvað ertu að segja? Og ekki bara það, hann er ógeðslega góður. Nicholson veit nákvæmlega hvaða mynd hann er í. Nicholson, hann var með svona George Lucas heila þarna sem hann átti að segja á, hérna er ógeðslega mikill peningur, það sér þetta enginn. Þannig að hann tók, hann fekk góðan hann fekk the good shit, góði samningurinn. Ég man bara til því að hann fekk próstur af. Hann fekk $60 milljónir í vasan. Og þetta eru 1989 peningar. Já, nákvæmlega. Og sem er sturlun. Veistu hvað þess að magna við Batman 89? Hún var þangað til The Dark Knight var Batman 89 ennþá gróða hæsta Batman-mynd ever. Það er magna. Það tók næstu því 20 ár.
Á toppana. Þið verið afsækja því sem hlusta, ég að hakki minn og söpna En mér finnst hún frábær á þann hátt að hún svín lukkar, hún bara lukkar eins og teiknumyndabók, hún lukkar eins og komabók. Hver einasti rammi passar inn í svona, þetta er svona eins og panel, svona eins og þarna money shoti þegar hann fer þarna á flauginu svona fyrir framan tunglið og fer svona niður, þarf ekki að vera þarna, en þetta er comic book shot. Var Burton rétt í leiksturinn? Já, algjörlega. Þú þarft einhvern sem er svona skrýbó fyrir þetta, af því hann er með svo mikið svona gothic hjarta og líka Tim Burton hammer aðdáðandi, hann alltaf elskaði Vincent Price og allt þetta, þannig að þú þarft mann með þennan heila og Keaton er frábær, hann svona, það sem ég elska við Keaton sem Batman að þú bæði kaupir hann sem Batman en kaupir hann ekki, sem gerir hann svo góðan að því svona, þegar við horfum á Bruce Wayne. Þú myndir aldrei halda að þetta væri Batman. Nei. Þú sér það á Bale, þú sér það á Affleck og svona, já, þessi gæði allan dagi Batman. En ef þú segir Michael Keaton og Batman, get out of here, þessi gæði ekki fucking Batman. Og síðan þetta bara mest í nagli heimi, stendur einhver hot og kýlar einhvern aðeins að horfa hann. Ég stór aðdáðandi Batman sem bara, 1.73 á hæðu eða eitthvað. Já. Mér finnst það bara mjög, mjög gott. Já, ekki massaður og... Hann ekki í slæmuformi, en mér finnst ekki eins og Batman þurfa að vera 1.95 á hæð. Mér finnst það að vera, af því hann er ninja. Já. Og þú veist, hann í skuggunum og hann gerir þig hrættan, hann þarf ekki að vera stór. Nei, það er bara presence og body language sem er svo gott, eins og það var einhvern sem talaði svona hættan á Batman að jafnvel almúrin, eða almenningurinn óttast hann, þetta þú lappar Gotham og þú sér það svona, þú lappar fram með göddótt og sér Batman standandi í skuggunum, þú veist að hann ekki að fara að gera neitt við þig, en þér samt ógnað. Þú veist, það það sem gerir Batman svo skemmtilegan að hann er svo ógnandi presence og mér finnst Keaton gera það svo perfectly. Af því, þú veist, hann getur ekki hreyft sér rosalega mikið, en já. Getur ekki hreyft hausinn. Tala hálsinn. Já, tala hálsinn, sko. En það bara eini sem hefur getað hreyft sér var Bale. Já, en mér finnst það samt svo setja svo mikið í performance hans, hvað hann er. Þú veist, bara svona eins og Frankensteins monster bara, hann bara svona presence hans svo rosalegt og það hann segir svo lítið, ég fíla það, þú veist, ég hef gaman að quippy Batman og svona, eða svona meira svona sassy one-liner Batman þegar hann segir það svona af fúlust alvara með röddinu sinni, en það er eitthvað við Keaton og einu sem hann þarf að gera að sko píra augun og maður bara svona ok, ég kannski ræni þennan banka ekki. Men mér fannst líka sem í Keaton, ég er mikið aðdáð fyrstu myndina, bara fyrstu mynd sem ég maður þarf að sé því á krakki. Af öllum sem leik í Batman, þá var sem Batman hans Keaton, mér fannst hann, sérstaklega fyrstu mynd, mér fannst það mest scary. Já. Hann virka bara svo klikkað. Já. Nei, alveg, miðað við þessu hina, mér fannst það bara virka. Hann virka rosalega skrítin. Þessi einstaklingur sem þessu búning. Ertu að tala Let's Get Nuts, hérna? Já, nei, ekki bara það, líka bara þannig í búningnum. Þú segir, hann talar kannski ekki svakalega mikið. Nei. Augnaráðið, hann virkar líka svo nasty og mín oft. Já, og það er mikið meiri veggur á milli hans og áhorfanduna en til dæmis með Bale. Já, 100%. Ég veist líka, hann er bara með þetta, hann er með svo góð augu hann Keaton, hann segir eins og þegar hann miðar svona byssunni til að skjóta í vegginn í Batman Returns, þetta er bara, það er svo mikið intensity hérna bakvið og það var ástæðan hverju Burton kastan, hann sagði það er eitthvað á bakvið augun hans Keatons sem segja meira en segja þarf. Og það er líka eitthvað, það er eitthvað darkness. Já! Í þessum gæja, sko. Það er það sem gerir svo góðan, því hann er svo sakleysislegur í lukki hann Keaton, bara, eins og bara, what is this? It's Japanese. How do you know? Because I bought it in Japan. Bruce Wayne. Og bara svona talar, en síðan leiðan er komin í búningin, þetta er orðin einhver ófreskja. Já. Það er það sem ég elska við Keaton, því þú sér það svona á munnfarinu og hérna, þetta er ennþá Keaton, en þú er samt bara svona, þetta er ekki sami maður og ég sá á henni í jakkafötunum, sko. Og það, eitthvað af því fyrir náttúrulega aftur á Tim Burton, bara hvernig gæinn kann að taka upp myndir. Þú veist, við förum aftur í augun, bara, það eru svo mörg atriði þar sem að hann er algjörlega í skugga, nema augun og það gerir svo mikið fyrir hann. Já. Sérstaklega í hérna klukkuturninum hann, þegar hann allur blóður og er bara svona, þú finnur fyrir, sko, hann er eins og naut, hann er svona eins og naut á leiðinni í nautabanu, sko, það er bara pure reiði. Líka bara atriðum með hans og Joker eins og því í lokaðatriðinu, sem ég finnst það alveg vera intense. Já. Það er það. Líka, sko, ég elska, ég vitna svo oft í þetta, það er þegar hann grípur í hann og hann kemur, þú veist, I'm going to kill you. Þú veist, og það er svo grjóthart en síðan kemur Jokerinn, you idiot!
You made me, remember? En mér finnst bara svo gott að hann garga bara, idiot! Af því að mér varst það atriði, þó þetta sé, þetta er alltaf comic book mynd og þetta er svona að hugsa kannski eins og fyrir krakkaði fjölskyldu eða eitthvað. En mér finnst það atriði alveg vera eins og þá var hann svona blóður eitthvað og hann kýlir Jokerinn og svona. Já, kýlir tennurnar úr honum. Já, en þetta er alveg brútal. Þetta er líka Batman 89, ég myndi segja meira jafnvel en Superman. Þetta er templateið sem Overage myndir fá haldandi áfram. Lítur á Sam Raimi Spider-Man fyrstu. Endirinn, þetta er ekkert ósvipað. Þú ert að tala báðir strákarnir eru blóðugir og eru að berjast þarna. Þú getur farið síðan bara beint í Dark Knight. Þetta er sama setup. Batman á móti Jokernum upp á hárísinu. Góða punktur. En það sem ég fattaði seinna mér með árunum og það sem lætur mig virða Batman 89 svo mikið að hún byrjar svona in media res. Við fáum ekkert origin storyið, við fáum bara svona flashback hérna, en þegar myndin byrjar þá Keaton ekki bara hann Batman, hann búinn að vera Batman í einhver tíma. Já. Batman myndir gera þetta ekki lengur farandi frá bara frá origin storyið. Við þurfum alltaf að vita svona hvað þessi menn koma. Mér finnst það svo magna take að þeir eru að gera svona fyrstu svona almennulegu live action Batman myndina og fyrstu 5 mínúturnar þá sjáum við Batman. Já, algjörlega. Hann er Batman núna og hann er búinn að vera það og við fáum bara svona eitt lítið flashback bara svona lengst inn í svona third actinu bara. Og mér finnst það svo magnað að því karakterinn svo, hann blæði svo mikið inn í pop culture að í rauninni við erum öll að mæta í bíósalinn til að sjá Batman. Við þurfum ekki að vita hvað hans ekki kemur. Náttúrulega þannig að Batman Begins kemur út og svona, en mér finnst það svo interesting take, sérstaklega eins og ég segi, fyrst það að gera svona fyrstu almennulega live action Batman myndina, að bara byrja myndina á Batman. Já, en mér finnst svo mynd líka alveg sanna það að þú getur alveg gert origin mynd á þess að origin svo. Því ég maður bara því ég sá hana í gamla dag og því ég horf hana eða þann dag í dag, mér finnst það bara sín virka. Hún gera það. Hún er svo líka, þetta soundtrack, come on. Já, þetta er alltaf bara iconic. Þetta er ennþá the Batman theme, sko. Já, ég saman. Náttúrulega þeir, ég elskaði líka Danny Elfman var alltaf með þetta og Shirley Walker, hvíl hún í friði, svo sem samti tónlistan fyrir Animated-seríuna sem er fyrir mörgum definitive Batman-þýmið. Þeir notuðu samt Elfman-þýmið í einum Batman-þætti, Scarecrow-þættinum. Ég gleymi ekki þegar ég sá það sem barna því það er svona fyrsta nörda-momenti mitt sem ég tengdi eitthvað. Svo tengdi eitthvað úr öðru því ég var að horfa á hann þátt, á íslensku og svona spólu og síðan þegar allir í krátina þeir á Fear-toxinun og eru að ráðast á Batman og tekur grappling og skýtur í loft og kemur og ég oh my god, þetta er úr myndinni af því ég spólaði tilbaka sko og það var svona fyrsta svona nörda Hvað áttir við marga þætti á spólu? Ég átti Poison Ivy þættina, ég átti Scarecrow restin núna þættunum okkar að fara í það Já, ég átti Kötturinn og Klóin sem eru verstu þættinir og ég átti Er það Island of Dr. Monroe? Nei, þetta var bara kettlingin ninja-kettlingin sem lélugu þáttur, tölum ekki mann en ég átti alveg svona stapla af þessum spólum sko. Ég átti líka Crime Alley, hvað heitir þetta? Gatan sem hann er drifin í Crime Alley Já, ég átti þá spóla, það voru 2 og þegar Jokerinn dulbýr sér sem trúður sem, come on, það er fyndið það er Jokerinn dulbýr sér sem common trúður mér finnst það svo, þetta er svo gott, jú En þetta er líka samt svona, þetta er svolítið svona John Wayne Gacy dæmi þegar gæinn, þegar hann tekur þetta af sér fyrir framan krakkan Já, mér ráma nú eitthvað í það Þarna opnaður einhverja glugga sko ég ámna að gleyma þessu visuáli Það var svona flashback bara eitthvað Alveg violent flashback Það er nefnilega að falla við The Animated Series það er svo mikil tilraunastarfsemi þarna það er einn þáttur sem er í alvörunni bara The Island of Dr. Moreau og það er bara verið að breyta fólki í dýr og það er þátturinn og síðan í næsti þáttur bara Rupert Thorpe og hingaðinn einhverju mafjósar og bara baksöguna þeirra þegar þeir voru strákar og hvernig sambandi þeirra slitna. Já, það er lestin. Já, og þetta er já, ég man ekki hvað hann heitir, en þetta er svo mikil bara... Þetta er að tala Bruce Timm? Nei, Paul Dini? Nei, ég er að tala ég er að segja, ég man ekki hvað þátturinn heitir. Já, ég ætti að vera að muna hvað creator hann heitir. Nei, þetta er svo brengluð tilraunastarfsemi sem er þessi þættir, en við kannski spörum það þarna eftir. Já, tökum það aðeins betur fyrir og eftir. Já, það er það sem ég fíla svona, þetta er það sem ég elska við Batman, það er hægt að tala svo mikið
Já, það er samt að gera 2 þætti. Yeah! Við getum ekki tróðið svo allir eitt á. Nei. Ok, Batman 89, eldist vel, þú ert sammála því, Máni? Já, Langt síðan sást hana? það er nokkur ár sinni sá hana. Hún eldist mjög vel. Ég er aðeins næmari fyrir hlutum sem hafa eldst illa en Óli. Mér finnst Prince soundtrackið í stúdíónu, mér finnst það svolítið svona, ekki hræðilegt, þetta er bara svona, þessi mynd kom út 1981. Já, þetta er batsins tíma. Þetta er það, en á sama tíma, það er ekkert að því. Nei, ég skilji. En mér finnst aðeins slíkt samt mjög gott. Já. Þú veist, þeir að fara ekki nú safnið og... Þetta er mjög gott jókeratrið. Já. Bara, ég er komin til þess að eyðileggja. Ég er komin til þess að gera hluti verri. Af hverju? Bara. Hann var líka bestu línuna í þessu atrið. Það var þetta þegar Vicky Vale spyr hann bara What do you want? Og hann kemur svona, og hann lítur svona upp svona, eins og hann sé að hugsa um spástunum, og kemur svona My face on the $1 bill. Já, þetta er svo, það er líka til deleted scene þar sem mannstu þegar hann hendur peningunum hann. Já, það er til deleted scene þar sem það er einhver að taka upp peningin og þetta eru dollarar með jókernum á. Nei, það er rosa jókerlegt. Já, en þeir þurftu að eyða þess að því þá er þetta falsaðir peningar. Já, en það er ekki punkturinn á senunni. Punkturinn er anarki eða henda actual peningum. Já. En þetta er fyndin brandari. Þetta er gott gegg. Þetta er líka, ég elska að hann þurft að hugsa svona í spáltum svona. Því hann veit það ekki. Já, what do you want? My face on the $1 bill. Þetta er svona, já, ok. Jack Nicholson sem Joker. Já. Hann virkaði. Hann virka mjög vel. Málið er, þegar við sjáum flashbackið, þegar Jokerinn drepur foreldrar Bruce Wayne, sá gæi, ég veit ekki hvað leikarið er sem lék ungan Jack Nicholson, hann lítur alveg eins út á Jokerinn. Það er bara, þessi gæi er full, Jack Nicholson, það málið, hann er svolítið gamall, það er svolítið skrítið, en hann er mjög góður í þessu hlutverki. Við vorum búin að tala hann alltaf skildi fullkomlega vel þetta eftir að fá hellingspening og ég ætla að taka þátt. En hann líka, hann skilur hvað virkar við karakterinn. Það er svona pínu Cesar Romero úr 66 í honum, eða úr 60 þáttunum í honum, en síðan er hann líka wait till they get a load of me. Hann getur channelað myrkrið þarna líka. Mér fannst það að vera alveg skeri því maður því ég var krakki. Það er nokkur atriði, sérstaklega það drepur fucking, hvað heit hann í Jack Palance? Heit hann Carmine? Ég man það ekki. Ég man ekki hvað hann heitir. Allavega, eitthvað svona mafíubossi, hann drepur hann og maður sé einhvern veginn að wait till að gera lóru mýð dótið, sko. Hvernig það er líka líst og takan. Mér fannst þetta alveg skeri. Þetta er það. Líka introduction er í atriðarna þegar gæinn hann í make-up-stólnum og sé speilmynda sinna og brýtur speilin og lappa bara út hlæjandi. Það er ógstæðri. Þetta er uncanny. Og hann segir líka bara, sjáðu bara þessi verk, þetta er verkværi sem ég er að vinna með og allt er bara viðbjóðslega. Gróftæki og eitthvað. Það er aftur Tim Burton, rétti maðurinn í jobbið. Again, hann er að channela Hammer fanboyan í sér. Þetta er svo mikið þannig, þetta er alveg Hammer sena, sko, bara með alvöru budget. En eftir þið sáu eins og þetta með Heath Ledger og svo Joaquin Phoenix, svona setna meir að leika Joker og þeir fá svo mikið lof fyrir þeirra framistöður. Finnst ykkur Nicholson dala þá, svona í samanburði? Er hann ekki eins cool? Mér finnst Nicholson betur en Phoenix. Þeir finnst hann betur sem Joker heldur en Phoenix? Já, því Phoenix er náttúrulega ekki Jokerinn, sko. Phoenix er... Ég myndi ekki bera þá saman að því að Phoenix, hann er ekki með Batman, hann er ekki að þetta er ekki sama dynamic sem hann þarf að channela. Nicholson, mér finnst hann ekki jafn góður og Ledger, en á sama tíma Ledger er með það sem Burton er með hérna, þar sem að Jokerinn er aðalpersonan hér og mesti tíminn er eitt í hann. En í Nolan-myndunum þá er Batman aðalkarakterinn og mesti tíminn fer í hann, þannig að í Burton sem svona skuggalegur gæi í bakgrunnunum, hennar Keaton segi ég, skuggalegi gæin í bakgrunnunum, það ampar svolítið upp Batmaninn og á sama leiti þá að því að þú eyðir ekki það miklum tíma með Ledger, Jokernum, þá verður hann aðeins svona stærri í hausnum að þér. Já, því hvert einast atrið verður eftirminnanlegt. Að því út með hann svona mysterious karakter, eins og Batman í Keaton, í Burton-myndinni. Já. Þannig að þið voru allavega ekkert eitthvað eftir svo Ledger, þeir eru báður hrifnir á honum sem Joker. Þá voru þið ekkert eitthvað svona, nú finnst mér Jack Nicholson drasl. Nei. Þið kunnu alveg að meta á báða, þetta er bara mismunandi myndir, mismunandi tímabil. Nákvæmlega, þeir eru báðir að gera Joker sinns tíma, alveg fullkomlega að skilja það, þetta eru gjörsamlega ólíkir Jokerar, mjög svipaður á marga við, báðir svona elska
brjálæðið og anarkismin sem þeir geta búið til og það, en þeir virka báðir fullkomlega fyrir myndina sem þeir eru í. Ég skil. Og þetta er bara 2 gjörólík performance. Þetta er svona, það er eiginlega ekki hægt að bera þetta saman, því þeir eru báðir að gera sikkvort hlutin. Þeir eru sikkvort karakterinn. En hvað er það við Joker? Þó þessi Batman þáttur, þá er Joker mjög tengdur Batman. Já. En hvað er það við Joker? Nú eru 2 leikarar búin að fá Óskarsverðlaun fyrir að leika hana karakter. Já. Og 2 Óskarsverðlauna hafar búin að leika hann. Búin að leika hann. Hvað er það við hana karakter sem er svona áhugavert? Ég held að eitt svona fyrir leikarana sem að vilja leika þetta, þú veist náttúrulega með, ég er ekkit stór aðdæðandi að Jared Leto, en hann er stórt nafn og fólk elskar hann. Ég held að þú ert með Ledger, þú ert með Leto, þú ert með Phoenix, þú ert með Nicholson, þetta eru stóri leikar allir saman. Það er örugglega eitthvað sem þeir sjá þarna og þeir hugsa, það er svo mikið sem ég get gert með hann karakter, ég þarf bara að ná þessum hlutum rétt og restina get ég skrifa svolítið sjálfur, þetta er örugglega gett gaman að leika hann karakter. Fólk hefur mjög gaman af þessum karakter. Af hverju svona? Af hverju er hann svo skemmtilegur? Er það því hann er loose cannon? Ódreinilegur? Veistu hvað hefur hann? Já. Ég held að við höfum bara gaman að hann á sama hátt og leikarinnir hafa. Það er svo rosalega mikið af svona opportunities með hann karakter og það er gaman að sjá nýtt take á hann. Það er svo gaman að sjá hvað þeir gera svona í sikkur og lagi. Þeir gera það misvel, en þú veist. Nei, menn eins og Jared Leto, karakterinn hans, er alltaf öðruvísi en Nicholson Jokerinn. Yes. Allir svona hvort þú hatir að elskir þetta take sem var í Suicide Squad, þá er þetta öðruvísi. Þetta er öðruvísi. En það sem er skemmt við hana karakter og líka Batman, þeir virðast höndla allar túlkanir, fattu hvað ég við? Nákvæmlega. Þeir eru mjög svona, þeir eru mjög, já, það er hægt að endur túlka á svo marga vegu og þetta er, jafnvel eða líkar ekki við túlkunina sem var að koma út, byttu í 6 mánuði, þeir koma með eitthvað annað. Já, einmitt. Það er alltaf eitthvað nýtt fyrir þið til að gera. Þannig að svona, það er alltaf eitthvað svona skapandi á bakveðan sem að fólkið sem að ferir á, sem er að túlkan, getur leikað sér með. Ég held að eina ástæða fyrir því að það er sérstaklega með Jokerinn, að því að Jokerinn er ekki augljóslega, þú myndir ekki halda, þú myndir bara sjá nöfn svona skrifu niður með myndum. Jokerinn myndi ekki augljóslega vera ekki óvinnur hans Batmans, hann er það því að við vitum það, en hann virkar sem ekki óvinnurinn, einmitt af því að hann er svo litríkur, þetta er svo mikil skrúðganga alltaf í kringum hann með við Batman. Það er svo mikið, Batman er mjög mikið bara svona hlutir þurfa að vera réttir, hlutir eru rangir, og kerfið sem átti að leiðrétta þessa hluti, það virkar ekki, allar löggurnar eru undir mafjósunum, þannig að núna þarf ég að koma inn og ég þarf að beita aflið til þess að rétta hlutina sem eru rangir. Jokerinn aftur á móti er allur, hann er hinum megin, hann er hlutir eiga að vera rangir, hlutir eiga að vera verri, og fólk þarf, ekki bara þarf fólk að skilja það, hlutir þurfa að vera verri, þau þurfa að vilja að hlutinu séu verri. Já, ég skilji, þetta er algjör, þetta er svo mikið kontrast. Já. Já, líka Batman alltaf svartur eða dökkum búning, Joker litríkur. Og það sem gerir þetta svo skemmtilega bara með hverju svona adaptation, hvort sem það sé teiknumynd eða bíómynd eða comic book, það er svo, það er bara svona þú er með svona frítt canvas bara, svona hvað langar með að gera, af því það er svo, hvaða Joker fílar þú? Viltu gangstirinn? Viltu anarkistan? Viltu trúðin? Já, það er svo mikið. Viltu raðmorðingjan? Já, og það sama með Batman. Viltu ninjuna? Viltu brúserinn? Já. Brawler? Já. Eða detective. Við höfum ekki fengið að sjá hann. Nei. Ekki ennþá. Við fáum hann bráðum. Fáum hann bráðum. Ræðum það þessi þætti 2. Yes. En ok, það er náttúrulega svolítið gaman að þess að því að Batman er karakter frá hvað? 39? Hann er ennþá vinsæll. Af hverju er það? Við erum búin að tala um Joker. Af hverju er Batman svona vinsæll? Af hverju er þetta lúkki hans? Er þetta baksagan hans? Ferða bara ekki svolítið í það sem ég bara sagði, bara rétt núna fyrir hennar punkt. Er það ekki bara út af hversu mikið canvas þetta er? Bara, það er svo mikið af sögum sem er hægt að segja af því þetta er bara maður. Og það er það sem gerir þetta svo skemmtilegt, eins og með Superman, það eru bara svona ákveðin takes sem er hægt að gera við Superman og sama með Spiderman og bara svona flestar óvitur. Með Batman, þetta er bara þrælgáfaður maður sem er búin að þjálfa sig og hann er með dark past, hann er þjáður, en þetta er svolítið mikið fyrir alla, því meira þess að fólk sem fílar ekki óverðumyndir elska Dark Knight og þú veist út af þetta er bara crime thriller. Sögurna sem hægt er að segja það er að segja hvaða sögur sem er með þessum karakter og þú getur fundið rétta hópin fyrir þetta fólk eins og þú veist með bara
þú veist, eins og Dark Knight Rises og svona því þú ert með brawlerinn, þú ert með hann æfir hvað í Nolan þríleiknum, hann er Já, það eitthvað svona Krav Maga bara eitthvað svona brute force bara og svo ertu með Keaton líka bara svona brute force en síðan ertu með allt öðru sér það er ekkert svona hann bardaðalistamaður Keaton en hann er meira einhvern veginn bara svona presence Já, samanlega þú vorst ekki að fá eitthvað svaka koreograf fætaðir eða eitthvað sem Keaton nema í Batman Returns sem var vel lengi besta Batman action sequence þangað til Batman vs. Superman Eða fara hans í Batman Returns Já, við getum gert það. En vilt þú samt ekki koma með þitt teika á hvað gerir Batman svona áhugaverða? Já, endilega. Jú, af hverju þetta klassísku karakter? Ég held að sama svona hvaða stofni þú tilheyrir, þá er eitthvað rosalega heillandi við hugmyndina að einn maður getur, ekki endilega að hann getur gert, ekki endilega að hann getur orðið, enginn geti gert það sem hann gerir, enginn getur verið bestur í öllu þessu og gert það, en það er eitthvað verulega heillandi við hugmyndina að einn maður getur bara tekið upp á sig sjálfan að laga hlutina í kringum sig og það að hann klæðir sig upp í svo leðurblaka, ég held að þú getur eiginlega tekið það svolítið í burtu, það er meira bara svona kosmetíkin í kringum þetta, ég held þetta sé mikið til bara svona power fantasían líka, bara svona, þetta er svipað á James Bond fyrir suma, bara hann keyrir flottustu bílana, Batman keyrir flottari bíla, við erum allir búin að sjá Friends, við munum eftir þættinu, en það er eitthvað rosalega heillandi við þessa pælingu að það getur einn maður hann getur breytt sér í afl til þess að gera hlutina rétta. Já, áhugur punktur. Og þetta er líka svo að því hann kemur hann út hann kemur út 39 og þetta er svona inn í the 40s, það sem gerir þetta svo skemmtilegt að Batman í sínu essence er noir karakter. Hann er eins og svona gamlu svona noir detektivanir. Mér finnst það allavega svona áhugaverðast að tekja á Batman, ég elskar svona þú veist, þetta er svona Dashiell Hammett, svona Maltese Falcon dæmi, en í staðin fyrir aðalkarakterinn þar, þá er hann í blökubúning. Síðan er eitt enn með Batman, að hann kemur út í 39. Superman er fréttamaður, þú getur ímyndað að þú lifir mjög svipuður lífi og Clark Kent. Batman er milljarðamæringur, og þú veist, þetta er kreppan mikla, er ennþá í gangi, stríðið er að fara að byrja. Þú skilur kannski betur hvernig Superman lifir lífi sinu, en þú vilt lifa eins og Bruce Wayne. Gekkja punktur. Þetta er gekkja punktur. En mér finnst það bara svo áhugavert að við höfum alveg fengið fleiri overtjör í seinni tíð sem eru kannski líkir Batman einhverju leyti, ríkir eða eitthvað tragic backsög. En það er eins og hitt ekki alveg eins og Batman. Nei. Það er eitthvað sem gera hann svo einstakar hann í karakter. Já, Þetta er góða punktur, sko. En eins og mér bara, er þetta ekki bara að blanda öllu líka? Þetta er Tough Enough, Batman, búningurinn sjálfur, baksagan, Gotham City, hann er alltaf með geggja Rogues Gallery. Við töluðum ekkert Gotham í Burton-myndinu. Við erum ekki farnir í Batman Returns. Nei. En já, fyrir maður að sé það, Gotham, að því hún er búin að vera öðruvísi í allum þessum myndum. Upprunalega í bókunum bjó hann ekki bara í New York eða eitthvað staðar. Jú, og hann keyrði bara á bíl. Og hann var ennþá með byssu. Já. Já, þú veist að tala alveg bara í byrjunni. Fyrsta Batman-sagan endar á að Batman drepur vondakatinn, hann sparkar hann niður stiga eða eitthvað og hann segir Death to Dr. Death. Og var það Batman að drepa fólk? Já. Hann var trigger happy, sko. Hann var góð með byssuna. Hann var trigger happy. Hann var sko kúreki. Ok, Gotham. Borgin sjálf. Í 89 myndinni. Þetta er magna, þetta er kraftaverk. Þetta er mistaraverk. Er hún geggjum? Þetta er æði. Þetta vann líka, held ég, Óskarinn fyrir set decoration eða eitthvað. Set design eða eitthvað. Eitthvað hannig, sko. En þetta er líka einmitt mjög hammer. Þetta er svona, ég man ekki hver lýst þessu svona, en þetta er eitthvað svona, hvað var þetta? Industrial nightmare that sprung out of the sewers eða eitthvað. Já. Þetta er alveg magnað. Það myndi enginn nokkuð tímann byggja svona borg. Það myndi enginn nokkuð tímann vilja búa í svona ógeðslegri borg. En það er eitthvað ógeðslega heillandi við hana. Það er svo mikið líf þarna. Já. Og við höfum rætt þetta, að Batman virkar best í Hammer umhverfi. Það var sem Batman Beyond gerir svo vel að þú ert með neonborgina, svona Blade Runner-esk allt hérna, en síðan svona panur lengst og þá setrið hans Bruce Wayne ennþá eins og þetta sé Dracula, sko. Þetta er bara
Þetta bara kastali Dracula. Það virkar svo vel. Þetta svona kontrast við svona heimina því Batman sjálfur svolítið svona, eins og við tölum, hann svolítið svona Hammer-esk fígúra með svona hvernig hann býr aesthetically og svona, eins og hann talaði með Gotham. Þetta er svo ógeðslegt, en þetta er svo heillandi á sama tíma. Það svona, ég myndi aldrei vilja búa þarna, en ég myndi vilja svona fljúa yfir og sjá hvernig þetta lítur út. En svo gaman líka, þegar maður horfir á 89 myndina, þegar maður búin að sjá Batman Begins og Dark Knight og svo 9 myndir, þá fyrir maður aftur 89 og maður bara svona, wow, það alveg sérstakt, þetta ekki venlegt borgarlúk. Nei, og líka þetta er svona pínu time capsule, þetta Gotham, að því byrjunin genuinely lítið út eins og hún gerist í það 40s. Það allir í jakkafötum og einhver með svona dagblöðin hérna og þið farin í einhver svona skítuð göt. Já, og þetta svolítið svoleiðis og mér finnst það svona, það svo skemmtilegt take með svona hvernig restina myndin en þú svona, það eins og að sé bara eitthvað sérstætt horn inn í þessari borg þar með þetta bara svona out of time. En ég meina Nox samt alveg í frakka og með hatt. Já, og líka bara blaðmann og skrifstofan sjálf, þetta allt bara svona extra. Já, þetta svo gamaldags. Ég elska það aesthetic, sko. Og við skulum segja, til að hrósa Schumacher-myndunum aðeins, ég held að hann náði að viðhalda þessu visuáli á Gotham mjög, mjög vel. Já, sérstaklega í Forever. En var náttúrulega samt íktara. Já, algjörlega. En ég held að þetta varðveitist í gegn. Já, ég meina Batman Forever og Batman Robin, ef við tökum bara Gotham og útlitið, það meira samhælt með 89 heldur en Batman Begins og Dark Knight. Erum við ekki saman á það? Jú. Þær eru ég reyni að finna orðið. Það er meira svo, þær eru ekki skítugri, en þær eru meira svona Burton Gotham, hún svona einhver brjálaður vísindamaður skítug. Schumacher Gotham svona graffiti skítug. Já. Ég er hugsa núna Robin og Batgirl á mótorhjóla. Já. Eða þegar hann Batman slökkt á mótorhjólun hans á styttunni. Það er svo fyndið. Líka þessi stytta, hún rosalega svona bara akkurat á réttum stað. Já, þú veist, eins og ég segi, hver myndi hanna þessa borg? Þessi stytta bara þarna. Er ekki þannig, var þetta ekki svona stór maður? Jú. Ég var ekki með sverðið eitthvað. Jú, er þetta ekki svona fer þetta ekki svona út í Greek mythology? Þetta bara svona einhvern veginn Apollo og sólin. Já, þetta er eitthvað þannig dæmi, sko. Og það svona keyra á puttunum og þetta bara svona, hver hannaði þetta? Förum aðeins út í þá steik og eftir. Já. Ok, Batman Returns. Að fara aðeins inn í hana. Við skulum gera það. Þér fannst hún besta Burton-myndin? Mér fannst hún bara, mér finnst Ed Wood besta Burton-myndin. Ok. Já, ég var líka bara, En Batman Returns ultimate Burton-myndin. Alveg rétt. Hún er allt það sem Tim Burton gerir vel og hann fekk full creative control á þessari mynd. Yep. Og guð, það sést. En eins og með hana, myndu ekki segja af öllum Batman-myndunum, þá var hún svolítið svona Last Jedi Batman-myndina. Það sömur dýrkana, sömur finnst það bara best, svo aðeins sem bara þólan ekki. Já, það svolítið, það engin millivegur á henni. Er það nokkuð? Nei. Ég myndi segja að Batman 89 sé töluvert betri, en ef þú þyrftir að sjá eina Batman-mynd frá þessum tíma, sem ekki Mask of the Phantasms, þá myndi ég segja Batman Returns. Frekar en fyrsta? Frekar en fyrst. Hún meira, ég held að Batman, sérstaklega bækurnar sem hafa komið síðan, draga mikið meira frá Batman Returns, af því að hún allt frá 89, bara yktara. Gotham orðin aðeins skíturi, Penguin, hann ekki jafn góður villin og Jokerinn, en það eitthvað rosalega skrítið við þennan, hann með svona skrítna putta eitthvað, hann býr í ræsinu, þetta rosalega skrítin taka á þessum gæja, en þetta svín virkar allt svo. Þetta aftur, þetta Hammer-influence. Og Býr í ræs. Já. Býr í ræs. Já, ég veit það, sé hann læga. Og bein lef af einhverjum gæja. Já, hann líka kýs að búa þarna. Þú ert að bjóða þig fram sem forsetamaður. Leiðu þér íbúð. Hann ekki borgarstjóra það. Jú. Líka, hann kom út úr ræsinu með barnið til að bjarga og fólkið elska hann. Já, ég myndi hafa spurningar. Hver það? Og af hverju ertu á þessari önd? Þú kallar þig mörgjössin, en þú með líka öndum. Hver sagan þarna? Ok, þér finnst þú betur en fyrsta?
Mér finnst hún ekki betur en fyrsta, en hún meira visceral. hún meira jandlitur. Já. Mér finnst alveg, 89 quality-wise og allt það, þá hún miklu betri og ég horfa á hana oftar. En mér finnst Returns bara hitta meira þegar ég horfa á hana. Þetta svona... Hvor með áhverju sögu? Ég held ég þurfa að segja Returns. Það? Ég myndi... Það því hún svo brengluð. Já, hún... 89 með betri sögu, Returns með áhugaverðari sögu. Já. Þetta er svo bara, eins og Catwoman. Hvaða baksaga þetta? Hvernig dettur Burton í hug? Ok, hún kattakonan, en hún hlýtur að hafa 9 líf. Ok, ég ætla að láta hana vera myrta og kettin lífgana við með sleikina og þetta er náttúrulega Michelle Pfeiffer, æðislega leikona, fullkomin í þessa tökku af Mér finnst hún bestu Batman Returns. Já, hún rosaleg, sko. En þetta er svo, enginn hefur gert þessa kattakonu síðan eða fyrr. Þetta er svo out there, svona taka á þessum karakter. Talandi líka, verandi in your face með influencers, Christopher Walken leikur karakter sem heitir Max Schreck. Það er nafni á leikarunum sem leik Nosferatu. Talandi eitthvað svona eins og hammer á þeim. Og ég elska bara ég gleyf alltaf að hann í henni. Já. En ég elska atrið þegar hann ítir henni út gluggan af því að svona, hann að tala hann svona hótin og svona fess svona upp að henni og síðan svona og svona byrjar svona að hlæja þess allir og drúlir og ítir henni svo bara út gluggan þetta kemur svo út úr engu. Það er svo nasti atrið. Já, þetta er rosalega óþægilegt atrið. En fyndin staðrend, ég veit ekki hvort þú manst þetta, en það er málverk af Christopher Walken í þessari mynd sem hangir á svona vegg og hann er svona sitjandi í hægindastól með sínu sínum, svona olíumálverk. Þetta er rosalega skrítið aesthetically, en það er alveg eins teiknað, þetta kemur fram í annari bíómynd. Sami designer og alveg eins málverk sitjandi í hægindastólum. Þetta er Norman Osborn málverki í Spider-Man 2. Olíumálverkið, þetta er alveg eins. Veistu eins og ég segi, Burton lagði hellinga línum hana fyrir ofurýtumyndir to come, sko. En já, þetta er sami designer og allt, sko. What the hell? Þetta var mjög svipa málverk. Vá, ég hef ekki pælt í þessu, hún sagði. Ég hafði aldrei pælt í þessu sjálf þangað til ég sá málverkið í Batman Returns af því ég man alltaf eftir málverkin af Willem Dafoe. Mér langar í þetta málverk af Willem Dafoe. Mér finnst alltaf eins og þetta málverk sé að öskra á mig. Eins og í speglunum. Its smug aura mocks me. Tannu Danny DeVito. Já. Hvernig varstu hann? Aftur, fullkomin í þessa tökku af The Penguin. Ég skil ekki hvernig Burton hugsar, þar sem hann kemur mörgja sinn. Það er alvondi kallin í myndum með 2. Og áður fyrir það þetta verið Burgess Meredith, okkar maður, Mickey, sem bara einhvern korrupt businessmaður en hann samt hagað sér eins og eitthvað. Ég skil ekki Burgess Meredith sem leikar. Af hverju, hann kemst upp með svo mikið. Hann alltaf að leika einhverja brjálaðinga og við kaupum þetta bara, eins og með Mickey og The Penguin, hann og þetta er sama performance og fucking Mickey. Við erum ekki með Mickey að svona leikur lengur. Það sem að, þú veist, Chris Evans er bara öskrandi í öllum leikum. Hann er bara, við ráðum þannig gæja því hann öskrar eins og mörgjas. Já, það vantar svona karakterleikara. Þeir eru ekkert til lengur. Það er allir orðin svo fáaðir og svona, ég þarf að vera svona yfirvegin. Það er ekki allir að passa på sína ímynd. Já, en ég myndi frekar vilja vera munaðar eftir sem grillaði gæinn, sko. Það vantar gæja sem öskrar. Óli. Já, akkurat. Það er svo mikil synd og skömm að Vincent Price dó 91 að ég held allan tíman að Burton hefði viljað nota hann í Batman mynd, sko. Í Returns. Heldur hann hefði verið Max Schreck? Já. Allan daginn. En var hann ekki orðið svona svakalega gaman? Var hann ekki veikur? Jú, en þú veist, come on, Vincent Price er svo skemmtilegur. Hann æði. Var hann ekki Edward Scissorhands? Jú, það var síðasta myndin hans áður en hann dó. Hvenær er hún? Er hún 91? 90. 90? Já, 90 eða 91. Er Edward Scissorhands á eftir Batman? Já. Já, það er Batman, Edward Scissorhands, Batman Returns. Batman frá Pee-wee's Playhouse, eða? Beetlejuice. Já, það mega meira samt. Það var alltaf Keaton. Já, það mega meira samt. Líka Alec Baldwin í Beetlejuice, stúdíóðu vildi fá hann sem Batman. Það hefði virkað. Já, ég elska Alec Baldwin. Alec Baldwin á þessum tíma,
hann núna, þú veist, bara einn af leiðilega fólkinu á Twitter, en Alec Baldwin á þessum tíma hefði virkað. Prime Alec Baldwin var skemmtilegur. Hann líka, hann er með lukkið, hann lítur út eins og Bruce Wayne þarna, en Keaton er betri. Já. Keaton er betri valkostur en að því þú myndir ekki detta það í hug. En fannst ykkur Keaton vera alltaf settur á hliðalinn í Batman Returns? Já, en hann fær samtalið helling að gera. Við fáum meira af Bruce Wayne og við fáum meira svona af dynamikinu með honum og Alfred og við fáum Bruce Wayne með Selina Kyle og svona og bara hvert einasta atriði með honum sem Bruce Wayne er bara flawless. Þetta svínlukkar en þá og ég elska hvað öll atriðin hans Bruce Wayne í þessar myndir eru svona delicate. Þau eru svo elegant. Það eitt með Burton Batman, ég er mjög hræddur Flashpoint myndina það sem Keaton að koma aftur. Það náttúrulega gott, en málið ég held að Keaton Batman virkar best þar sem að þegar þetta svona eins og manngerður guð þar sem að þú vilt ekki fara of nálægt. Þú vilt hafa pínu fjarlægð svo hann virki, ef þú fer of nálægt honum þá held ég að hann gæti byrjað að brotna eitthvað pínu niður. Þannig að mér finnst hann virka fullkomlega þar sem að hann settur aðeins til hliðar. Hann eins og í 89 og í Returns. Ég vona að þeir gera það sama í Flashpoint, að hann sé ekki bara, nú er ég Keaton og nú er ég stjarnan í myndinu. Já, ég skil þig. Eða, ég vona að þeir geri það. Ég er Keaton og þeir er stjarnan í myndinu. Það verður spennt að sjá það. Eins og þið töluðu þetta ekki hugmyndið mín, þar sem að Creed 3. Já, Creed 3 pitchið þetta. Ég myndist að það Rocky þetta. Þegar Creed drepinn af Clubber Lang Jr. og Rocky þarf að fara aftur í hringinu. Nei, þú myndist ekki á þættum. Þú sagði mér á... Senda mér ekki Instagram? Nei, ég segi þetta þegar við erum að tala Creed 2. Ég búið að landsjó tóku búið. Já, ég sagði að pitchi hans var að Clubber Lang, ekki Clubber Lang Jr. mind you. Pitchið þitt var að Clubber Lang kemur og drepur Adonis Creed og Rocky þarf að mæta honum í hringnum. Sem fucking styggt hugmynd. Ok, Batman Returns, erum við það henni? Þetta tekur alltaf svona weird þetta súrealíska uppbeigjan sem við tökum alltaf þegar við erum að skrifa. Þetta kosturinn og gallin við að fá máni í þáttinn með þér. Ég er að tjóka. Súpa. Ok, Batman Returns. Hvernig varst ykkur atriði þegar Penguin að stýra Batman? Mér fyrir alltaf þetta svo styggt að því. Já, þegar hann hann í dótabílnum. Já. Það er geggjað. Líka, ég elska hvað The Dark Knight tekur mikið frá þessari mynd. Bíllinn eyðilegst, en hvað gerir Batman? Hann svona splundrar honum og breytist í svona lítið pod. Hvað gerist í The Dark Knight? Batmobílinn springur og hann kemur út á svona móturhjóli og og náttúrulega Dark Knight Rises stelur bara Selina Kyle og Bruce Wayne atriðuna þarna á grímuballinu. Það er svo, eins og við tölum, Burton leggur svo mikla línur þarna en Batman Returns, mér finnst bara svo, eitthvað sem ég og Máni oft talað og hérna hendi ég mikrofónum yfir á Mána því þú ætlar að útskýra þetta betur en ég af hverju þetta virkar. En það er eitthvað, hann vissi nákvæmlega hvað ég var að tala það er eitthvað með Batman og snjó. Það er fallegt. Það er fallegt að sjá það. Það er að því að Batman, þú lokar augunum og hugsa Batman, ég sé alltaf svona Batman á einhverjum þakkanti eins og Ufsagríla og það er snjór í kringum hann. Ég veit ekki hvað þetta er, en þetta er svo falleg ímynd bara. Það er bara útlitslega. Já, bara, þetta virkar bara einhvern veginn. Ég er með kenningu þetta, ég var að tala þetta við Kitta daginn og ég fór svona út í svona pælingun af hverju snjórin virkar. Ég held að þetta sé svona því Batman er náttúrulega alltaf klæddur í svona, þetta er svo dark karakter, hann alltaf í svona dimmu fötunum og felur sig alltaf í dimma hotninu og fer á næturnar. Ég held að besta leiðin til að gera það einmitt í live action er að hafa snjó, að því þá hefur afsökun til að hafa hlutina aðeins bjartari. Svo svona smá kontrast. Já, svo hann hverfur ekki bara inn í myrkrið. Og eins og, líka bara snjór gerir allt einhvern veginn svona miklu flottar eins og ef hann kýlar einhvern veginn að kemur blóð í snjóin, ég held að það sé svona... Það er gott. En er þetta líka eitthvað kannski pælinga, hann er kaldur karakter og í köldum snjó, fætti? Já, líka Burton er bara jólabarn. Já. Burton elskar jólin. Þessin er þetta ultimate Burton-myndin. Hún er með alltaf svona Burton-spærala, þú ert með þessi klikku designs á þessum aðna sirkustrúðunum út alla göturnar. Það er rosa Burton-legt. Það er rosa Burton-legt, en það er líka mjög svona
þetta er eitthvað gengi bara í Arkham City töluleiknum, bara þetta eru sirkustrúðarnir. Maður getur farið á þessa götu og þar eru þeir. Já, svo ertu með snjóin og síðan þú ert með þennan grillaða outsider sem The Penguin og svo ertu líka með Batman. Þetta allt sem Burton kann að gera vel og þetta allt í einni mynd og þetta Batman-mynd. Mér finnst það svo brenglað. En hvernig fannst ykkur Catwoman? Eins og ég segi, þetta out there. Ekki fyrir þig. Þetta ekki uppáhalds, sko. Performance er frábært. Þetta allt rosalega vel gert. Mér finnst þetta bara að vera svolítið svona, þetta er svolítið mikil mynd. Það er eitthvað sem við notum mjög oft. Mér fannst það bara svo töff líka, mér fannst búningunum geggjaður. Já, ég elska að sér svona stitchin á búningunum sem því að hann var gerður bara í einhverju maníu. Sem sýndur hún í myndinni, þegar hún að setja saman. En það er líka mjög svona, ekki Hammer, það er mjög einhvern veginn svona Nightmare Before Christmas, það er sem að, hún heitir svona eins og kettlingin hennar, Sally, öll saumuð saman. Vá, ég var ekki búin að tengja það. Það er mjög góð punktur. Og sú mynd kemur árið eftir. Hei. Tjúðlega grillað. Já. Þetta er áður punktur, ég hef ekki tengt það saman. Já, það er náttúrulega, Burton náttúrulega hannaði allt fyrir Nightmare Before Christmas, þannig að þetta er svona weird influence. En eins og með Pfeiffer í Batman Returns, þú segir þessi gott performance. Performance er frábært. Mér finnst það með briljant í þessari mynd. Anne Hathaway leikur hann síðan setna meir. Já. Halle Berry leikur hann í standardmyndinni. Ég held að það var myndin sem leit mig koma með körfuboltakenninguna. Hvað er það? Allar myndir sem eru, þetta er svona, hefur tekið eftir því að það eru margar mjög slæmar myndir sem stoppa og eru með körfubolta sinu. Þú ert með, ég er ekki að Alien Resurrection, The Amazing Spider-Man, Catwoman, Escape from LA. Já, körfuboltatri. Hvað er þetta? Já, en flestra sem myndir sem nefndir finnst mér skemmtlar. En koma þessar myndir ekki allar út svona á sama áratögnum þegar körfubolti er bara the shit? Já, Escape from LA 96 félagi, sko. Já, það er 90s. Það er svona 90s. En af hverju, Chicago Bulls, Amazing Spider-Man 1 kemur samt út 2012, sko. Það meikar það ekki sens. Þetta er góð kenning. Þannig að þér fannst Catwoman myndum með Halle Berry, þér fannst hún ekki sérstök. Hún er. Óli, þú sagði mér eins og hún var upp á smyndiðin, útskýrðu þig. Ég er orðulegs. Hún er slæm. En spurningi mínu var, er ekki Pfeiffer, er það ekki besta Catwoman? Jú. Af þess að við fengið að sjá. Ég elska líka bara, með Michelle Pfeiffer, hún er svo falleg, þessi kona, en hún getur samt náð, þú veist, hún næri þessu svona það sem þú sérð hversu svona það er svo mikið suffering í gangi hjá henni og ég elska að hún næra að púlla það því hún verður svona, hún tekur svona ljótu hliðin af því að vera þjáður og að vera, þú veist, illt, fattar, og hún er ekkert að fela, þetta er gullfalleg kona þegar hún er hann í endanum, þú veist, hann maskarinn og allt það er hérna út allt og hún er bara, þú veist, augun eru galopin og hún er ekkert að blikka og eitthvað og bara, because he is Batman, you moron, og maður bara svona, hvað var þeim saklausu konuna í byrjunum? Þetta er svona ljóta hliðin og hún perfectly encapsulated þetta. Þetta er svo fallegt performance, þetta er eiginlega bara svona heartbreaking performance, það er að sjá mannesku verða klikkaður og klikkaður með mínútinni. En líka því að þegar þú kynnist henni, þá finnur þú svo mikið til með henni. Já. Og það er svolítið vont að sjá hann að taka, ég ætla að fara frá því að vera fórnalamb yfir því að vera vondamanneskjan. Frekar en ég ætla að fara frá því að vera fórnalamb yfir því að vera ekki vondamanneskjan, bara ég ætla að bjarga sjálfum mér. Nei, hún lendir óvart vitleysu megin. En mér fannst það svo áhugavert. Það er það og það líka speglast mjög vel við Batman. Það sem að hann var á sama stað og hún. En hann fór aðra leið. Hann fór réttu leiðina. Já. Mér fannst það flottast í Returns. Það eru þau tvö. Já, það samband. Ég líka bara, þegar hún kemur hérna eftir að hún búin að eiga þetta Near Death Experience og kemur hérna og mölbrýtur allt í húsinu sínu. Þetta er rosalega erfitt atrið að horfa á. Þetta er svo heartbreaking. Mér finnst þetta genuinely, ég á erfitt með að horfa á þetta atrið í dag. Ég er bara svona, þú veist, bara, Selina Kyle er dáin þarna. Já. Maður er bara svona, grei konan. Já. Og mér finnst það ekki með svo skrítið hvað fólk talar ekki mikið þetta atrið, bara varandi svona stand out svona atrið úr bíómyndum eða úr teiknumynda
eða svona comic book movies eða bara vel performed atrið, þetta er heartbreaking sena, hún að mölbrjótandi, hún grátandi, hún að sauma einhvern brenglaðan búning á sig og þetta bara svona, þetta erfitt. Finnur líka bara svo mikið til með henni. Já, þetta erfitt, eins og þetta erfitt. Kannski líka með betur við þetta performance en ég held. Máni, þú voru að sjá hann aftur. Langt síðan horfður á hana. Ég senast horfði ég á hana með þér. Vá! Það fyrir alveg 5 árum. Það langt síðan. Hvað langt síðan þú sérst núli? Batman Returns? Nei, ég held ég horfði hann í fyrra, ég tók það báðar, svona back to back. Já, það er kannski svona 4 ár síðan ég svo hana. Já. En eins og segi, mér finnst Pfeiffer, þetta er líka þungavita leikona, eins og þú talaði falleg kona, en mér finnst líka, mér er alltaf þótt að hafa svo mikið sjarma og svona eitthvað klassi yfir þessari konu og hún sé að leika manneskja mitt, fórnalamb, svo sér mann eiginlega bara, hún verður bara fyrir lengar niður, verður bara verri og verri. Mér finnst bara svo geggjað að sjá það frá svona þungavita leikonu í comic book mynd. Þetta er alveg fyrir sinn tíma. Já, algjörlega. Og ég held að margir mitt hafi kannski svona uppgötað Returns seinna. Fatta hana. Af því á þeim tíma, mér minnir að fólk hafi ekki tekið henni vel. Alls ekki. Var ekki Burton bútaðar af því að McDonald's leikföngin sem að coincideðu með myndinni voru ekki að selja vel eða eitthvað? Jú. Já, eitthvað svona merchandise keftaði eitthvað. Þess vegna fáum við Schumacher. Já, þess vegna fáum við Batman Forever. Leikföngin, þeir voru komin með þarna hugmyndapælingarnas Jack Nicholson fyrir utan þeir voru ekki að leika í myndinni. Nákvæmlega. En ef við þá færa okkur yfir í Forever? Já, ég held við sem búin að segja allt sem þarf Batman Returns. En það er náttúrulega ein mynd þarna á milli. Já, það eru Mask of the Phantasm. Við verðum að taka hana. Ok, besta Batman myndin og mér finnst að vera svolítið langt bíl á milli. Barnan. Alveg langt besta. Já, svipin og Óla. Ok, akkur er það, Mask of the Phantasm, fyrir það sem þekki ekki, er teiknumynd sem kom út 93. Þér finnst það besta myndin manni, Batman myndin, af hverju er hún best? Ég er sammálunum. Sko, það sem Burton skildi við Batman var, þú vilt ekki fara of nálagt honum, af því að, þess að við tölum áðan, þetta er karakter, hann er sjálfsgerður guð og því nær sem þú ferð af honum, því meira af litlu ófullkomleikunum sérðu. Mask of the Phantasm, og það er munurinn á Schumacher og Burton, svo stærsti finnst mér, er að Schumacher vildi upprunalega gera bara karakterstötti á Batman. Og Batman Forever, sem við fengum, er ekki alveg Batman Forever myndin sem hann ætlaði að gera, hann hefur talað þetta. Upprunalega myndin var vist aðeins myrkri, áður en stúdíóið sagði fleiri leikföng. Meira ljós. En þetta er Bruce Wayne mynd fyrst og síðan er allt svona brjálæðið í kringum hana. Mask of the Phantasm kom ekki bara út akkurat á milli, en hún fullkomlega þræðir nálina á að vera bæði mjög djúpt karakterstuddi á Bruce Wayne sem mannesku, en líka Batman sem svona manngerður guð, þar sem að þú farið að sjá Bruce Wayne þegar hann er ungur, ekki bara þegar hann er 8 ára, bara þegar hann er ungur maður, hann verður ástfanginn, hann er komin aftur og hann byrjar að efast ég kannski er þetta Batman-dæmi ekki neitt sem ég vil gera, kannski get ég gert þetta öðruvísi og síðan er lokað á þá hurð fyrir hann, síðan hoppum við fram í tíman og þar eru við komin með Batman, þar sem að þú hefur best af báðum heimum, frekar en að hafa annað hvort eða hitt. Þetta er ekki Nolan, Batman Begins, hún er mjög mikið bara karakterstuddi á mannin sjálfan og síðan er hún aftur svolítið eins og Burton, haldandi áfram, svona manngerður guð í Dark Knight, það er svolítið svona karakter þarna ennþá, Bruce Wayne, en síðan er meiri Bruce Wayne náttúrulega í Rises, en Mask of the Phantasm sem mér hittaði nálina fullkomlega, mér finnst Jokerinn, þetta er besta sem hefur einhvern tímann verið notað á honum, þar sem að þeir Animated Universe adaptation á Jokernum, þar sem að hann er pínu Jack Nicholson Jokerinn, nema hann er aðeins meiri teiknumynd bara. Það fullkomlega virka fyrir mér. Þetta er detective saga, þar sem Batman þarf að finna út hver er the Phantasm, hver er að drepa allt þetta fólk. Mér finnst set designin vera æðisleg, myndin endar þarna í gömlu svona Tomorrowland amusement park einhverju. Þetta er æðislegt að horfa á. Geggjumynd, maður. Og hún er líka bara, hvað er hún, 90 mínútur, eitthvað svona. Þetta er rosa mikil saga í stuttri mynd.
Já, og maður bara kveikir á henni, hún strax búin. Já, og hún líka endar... Sorry, Óli, ég ætla að opna gluggan, en ég ætla að hafa þetta með í þættinum. Okay. Halda hún að tala. Hún líka endar bara með þarna The Ode to Burton. Þannig að við sjáum Gotham-borgina svona eins og hún leggur sig og grapple-hookið og hann sprangar inn í véluna. Og þetta svona, ég elska það og hún bara svona... Hún einhvern veginn, hún svo mikið bara svona, ekki bara þetta besta Batman-myndin, en þetta líka, hún svo mikið svona, eiginlega svona ástarbréf til það sem kom áður frá Burton, sem segir sig líka bara með svona soundtrack-wise og... En líka hún er svo sterk, þetta sterk bíómynd af því hún er með alveg bara heartbreaking atriði líka. Það eru 2 atriði í þessari mynd sem ég elska bara og þau eiginlega koma ekki back to back en þau liggja inn í hvort þannig. Það Bruce Wayne búinn að vera að reyna að vera einhver vigilante og hann búinn að vera að berjast við einhverja bóa bara með einhver svona húfu yfir andlitinu á sér. Mér finnst það svo cool, þegar maður sé þróun. Algjörlega. En þegar hann kynnist henni Andri og hann verður genuinely ástfanginn, hann fer að gröf foreldra sína og grætur og biður þau afsökunar að hann get ekki hefnt þeirra, hann getur ekki verið þessi brjálæðingur sem var að slást við bófa af því hann sagði, hvað segir hann? I didn't count on being happy. I didn't count on being happy, I didn't predict I'd be happy. Já, predict. Ég sá það ekki fyrir að ég yrði hamingjusamur og maður bara svona, Gæsóð. Já, og hvað er þetta að gera í teiknumynd? En á sama tíma, farandi í influences og svona, þú sérð Burton í þessu, þeir vissu Burton, allt sem Burton skildi fullkomlega, skilur þessi mynd held ég líka fullkomlega. Á toppnum á því, að því þetta er teiknumynd, þá geta þið dreigið jafnvel meira úr baksögunars Batman en Burton gat. Þú ert með stíllinn, þetta er náttúrulega byggt á gömlu Max Fleischer Superman teiknumyndunum. Soundtrackið, þetta er Shirley Walker náttúrulega, tekið bara mikið frá Burton, Elfman. Já, þetta er þessi teiknumyndastíll sem þið notuð á þessum tíma, þetta er svo rosalega iconic. Þetta var líka teiknað á svörtum pappír. Já, til þess að ná myrkrinu betur. Veitu, hvað meinar með því? Þetta var ekki teiknað á hvítublaði, artið. Þetta var teiknað á svörtublaði. Fyrir þættina? Eða fyrir myndina og... Já, allt teiknað á svart. Fyrir storyboardið og allt saman, til þess að fá, að því að þetta eru, venjulega er þetta náttúrulega bara hvítblöð. Já, mitt. Blýantur, ekki þarna. Snýrur blaðinu við. Þannig að ég veist ekki, það er áhugavert. Það er það. Þetta er alveg skrítið, en maður, þú veist, þegar maður veit þetta, þá hugsa maður, þess vegna er þetta svona ógeðslega myrkir þættir. Af því að þegar þið voru að teikna þetta og þegar þið voru að setja þetta út, þá var hvítur ekki grunnliturinn, svartur var grunnliturinn. Það útskýrir ekki svona mikið lúki á þáttunum. Þetta byrjar sem skuggi og þú þurft að búa til ljósið, frekar en þetta byrjar sem ljós og þú þurft að búa til skuggana. Sem er náttúrulega pínur svona the essence of Batman, hann er skugginn sem býr til ljósið. En það var hitt atriði sem ég var að tala um. Það er þegar við sjáum Batman fara fyrst í búningin og ég elska við sjáum hann ekki in its fullest. Nei. Það er bara, hann er að klæða sig í svona silhouettu og eitthvað og hann réttir bara út hendina og Alfred réttir honum grímu og hann setur hann á sig, hann snýr sér við sjáum close-up af augunum og svona grinna í áttina að Alfred og hann kemur bara, my god. Og það sem ég elska við það er, ég túlka þetta þannig að þetta er ekki að Alfred er hræddur við Batman. Hann er hræddur við það sem Bruce er orðinn. Þaðan kemur þetta, my god, að því Bruce Wayne er horfinn. Það er momentið þar sem þetta Bruce Wayne character study sagan, henni líkur eða þarna, Batman manngeði guðinn, þarna er the cut-off. Hann líkur einum kapla og byrjar hinn. Og þetta er líka, þú veist, Alfred verður gráhærður eftir þetta, hann er svartár í þessu atriði. Þetta hrætti hann svo mikið. En hver var pælingin? Þekkið þið það? Að þeir gera auðvitað þess að þætti. Var myndin á millisería eða hver var pælingin? Vitið það? Ég man ekki alveg hvað gerir margar seríur af. Þeir gerðu 4 seríur. Það voru 3 seríur og síðan The New Adventures, eða ekki? Jú. Þannig að ég takla þessi 4 með þessu kreatív liði. Þú veist, var komin ein sería, svo kom myndin... Já, fyrsta serían kemur út 92. Ég held að þeir voru bara að stræka valda meðan játni var heitt, sko. Ég held að... Ákveð ekki að hafa þetta bara 2-partir eða 3-partir, þau gerðu það með þetta? Sko, myndin fór í bíó. Ég held að Warner Brothers voru með cinematic slot, sett hann inn fyrir Batman-mynd, en þeir voru ekki mennin að Batman-mynd til að setja hann inn. Þannig að það var bara beðið animated gæðinum að gera eitthvað eða hvort að animated gæðinir báðu að fá að gera þetta.
ég hef ekki hugmynd hvernig þessi mynd kom. Já, þið þekkið það ekki, söguna baka það. Nei. Við köfum aldrei eitthvað nógu mikið að því bara, ég held að við bara virðum hann of mikið. Þurfum við ekkert að heyra baksögn. Nei, þú sérðu þetta bara, maður eiginlega svona ímyndar sér að þeir gera þættina og síðan myndina, en það að myndin kemur út bara svona strax eftir fyrstu seríu, þetta ekki bara, en kannski gæti pælingin hafa verið að gefa út myndina sem svona stór auglýsing fyrir næstu seríunar til að koma. Já, það getur verið. Þú sér náttúrulega myndin og hugsa síðan bara svona, já, það eru því þættir líka og þá færðu þennan heim. Þetta voru dýrir þættir, þeir kostuðu pening að gera, þeir tókinu mikið pening og þeir tókinu hellinga velunum líka. Já, unnu Emmy. En mér fannst líka, eins og með Mask of the Phantasm myndina, mér fannst sagan rosalega góð. Þetta briljant saga. Þetta líka allt öðru sér saga. Þetta ekki bara, já, þetta þessi bók þarna blöndu við þessa bók þarna. Þetta bara ný saga sem að einhverjum datt í hug. Bara guð blessu Paul Dini, sko. og mér fannst líka bara, heit hún Andrea? Já. Andrea Beaumont. Geggjaði karakter. Já. Beaumont, eins og nei, það var Belmont. Wolf of Wall Street. Nei, ég hugsa... Nei, það var Castlevania. Já, ég fór aftur Hammer Influences. Munið hver talaði fyrir Andrew? Nei, ég man það ekki. Var það ekki Dana Delaney? Það gæti hafa verið. Mér finnst hún bara svo góð. Hún líka, ég held að karakterin sé nefndur eftir voice directornum á þættinum. Hún Andrea Romanoff. Romano? Já, Andrea Romano. Jaha. Já, það var alltaf svona kækur hjá krúinu að trubla hana að því hún var voice director og ef einhver flöbbaði línu þá var alltaf svona eins og þú getur séð það til eitthvað svona Kevin Conroy að fara með einhverja Batman línu og svo klúðrar hann og þá kemur hann Andrea! Það bara... En eins og hann, Kevin Conroy. Já. Margir sem tengi hann bara við Batman. Ég meina... Hann tala fyrir hann í animated-dótinu. Góður. Við skulum vera hreinskilir. Hann Batman. Hann... Já, fyrir ykkar kynslóð kannski. Nei, hann bara Batman. Kom on, þú lest Batman-bók. Hvaða rödd heyrir í hausnum aður? Conroy. Ok, Kevin Conroy. Þú hugsar, það með þess að maður hugsa stundir svona Batman-atrið. Mér finnst það rosalega gaman að ímynda mér önnur live-action Batman-atrið í hausnum á mér en með röddinn hans Conroy. Ok, en eins og hann sem leikari hefði verið til að sjá hann í live-action? Já. Hann var í live-action. Ertu að tala um þetta... Batwoman keftaðið? Já, ég hef ekki séð það. Eitthvað crossover, eitthvað... Nei, en hann fer aldrei í búningin. Hann Kingdom Come kriplaður. Já, ok, hann ekki sem Batman búning. Er hann með háls? Já, og svo dettur hann á eitthvað electrical stuff og deyr. Nei. Hvað? Er þetta ekki bara 2 ára gamalt eða eitthvað? Jú. Þetta frekar nýlegt. Já, ég ekkert að djóka. Hann orðin vondi Batman. Þetta Batman sem loksins drap Superman. Hann að tala hann ætla að fara að drepa Supergirl eitthvað og Batwoman eitthvað rétt ítir í hann dettur á eitthvað rafmagnstrasl og brennur bara og deyr. Óspennandi. The disrespect. Þetta er bara svo þú tala um á hann að myndi skjóta Michael Keaton í Batman Forever. Ok, Mask of the Phantasm. Besta Batman-myndin. Getur bara slögt núna, við þurfum ekki að tala um hérna. Það hinar eru mjög áhugaverðar. Batman Forever, hún ekki slæm. Nei. Ég segi það, hún ekki jafn góð og hinar sem við höfum talað um. Og ég kenni Schumacher alls ekki að því að stúdíóið upprunalega handritið hans var víst mikið betra. Upprunalega handritið hans Akiva Goldsman þá? Já. Það var upprunalega bara, þetta var dekkri mynd, þetta var character study Batman og ef þú lítur á hana, bara svona frá production setinu, áður en það byrjaði að fokk í henni, þá lítur þetta vel út. Kilmer, gott choice, bara fín, já, þetta virkar. Jim Carrey sem Riddlerinn, já, ok, þetta geti virkað. Þú skilur það líka svo miklu betur þegar þú lærir þetta aftur að vera miklu með svona karakterstudium hver Bruce Wayne, þá náttúrulega meikar það svo mikið sens að Riddler vondi gæinn. Two-Face sem vondi kallinn, aftur, þetta svona karakterstudy hver maðurinn. Two-Face virkar fullkomlega. Tommy Lee Jones, ég hefði viljað frekar fá Billy D. Williams aftur. Já. Billy D. Já, var það ekki eitthvað svaka diss á hann? Jú. Var ekki búið að lofa honum? Hann alltaf var Harvey Dent í 89 sem, again, það svolítið undan sínum tíma, eða það ekki? Já, að setja svartan mann í hlutur hvíta, ertu talað um það? Já, en líka það questionar þetta enginn. Nákvæmlega. Þetta bara, já, ég Harvey Dent. Just, þetta bara, nákvæmlega. Já, því að þetta svo gott fyrir bara, við erum að byggja Batman heim hérna. Auðvitað Harvey Dent að District Attorney. Við erum ekki að fara að búa til nýjan karakter þegar við erum með þennan gæja. En mér er svolítið leiðilegt að hann hefði ekki fengið að halda áfram. Hann talaði fyrir hann í
animated Batman 60 myndinni. Já. Hann voiceaði, það var hérna fyrsta appearance af 1960s Two-Face, Billy D. Williams talaði fyrir hann. Já. Nei! En svona fyrst við erum að tala Schumacher, bara my god, megi maður sofa vel. hann fekk of mikið af hatur fyrir að... Akkur virkar þá ekki Batman Forever? Af því að stúdíóið kom inn og sagði við viljum, hérna, Batman Returns seldi ekki nógu mikið af leikfengum, við þurfum að selja leikfeng hérna. Þetta svo mikið eitthvað sem DC svo þekkt fyrir, það fær creative fólk en tekur creativityð frá þeim. Bara gerðu þetta fyrir okkur, já, hversu næstu það hana mig? En málið þetta líka fólk sem lærir ekki leksjur. Þú færð Burton, þú færð creative visionary og þú leifur hann að gera sem hann vill og þú færð mestraverk. Herru, tökum það af honum og fáum bara einhvern annan gæ og stýrum honum. Við skemmtum þetta. Ok, herru, við fáum Christopher Nolan, maður sem með vision, við leifum hann að gera sem hann vill. Oh my god, hann bjargaði karakternum. Hann kickstartaði the superhero renaissance. Herru, tökum hann í burtu. Zack Snyder, við skulum fá þig. Ok, þetta var ekki nóg gott. Ok, burt með þig. Það ekkert svona, við þurfum bara að leyfa þessu fólki gera það sem það gerir vel. Það alltaf einhvern veginn að fikta inn í þessu. Viljið þið þá meina það, ef að Schumacher hefði fengið gera bara sína mynd? Hún hefði verið töluvert betri, ég veit ekki hversu góð hún hefði verið. En hann var góður leikstjóri. Já, en hann er ekki búin að gera fullt af flottum myndum. Hann á náttúrulega betri útgáfan af Phoenix Joker-myndinni, mynd sem heitir Falling Down. Já, með Douglas. Ok, en aðeins fyrir Batman Forever. Þeir eru með hann að Jim Carrey. Já. Hann náttúrulega sjúklega heitur á þessum tíma. Já. Bara einn stærsta kveikmyndastjörnur á þessum tíma. Hann náttúrulega á the 90s. Já, rosa mikið. Tommy Lee Jones miscast. Nefnilega, mér var alltaf þótt það. Það eins og Jim Carrey með vision fyrir Riddlerinn og það vision Jack Nicholson Jokerinn. Tommy Lee Jones með vision fyrir Two-Face og það vision Jack Nicholson Jokerinn. Já. En Jim Carrey bara betri leikari fyrir þessa mynd. Mér fannst Tommy Lee Jones, að mér finnst það frábær leikari. Hann æðislegur. En mér fannst hann í þessari mynd. Hann of mikill stiff fyrir þennan heim. Varstu búin að heyra söguna þegar Jim Carrey hitt hann á veitingastæðunum? Nei. Á fyrir tökur eða? Það var á eftir tökur. Ólegin hláturskasti eða? Það var annarkvort þegar þið voru að taka upp eða aðeins eftir það. Þetta var í miðjum tökum. Og Jim Carrey hitt hann á okkur veitingastæð og fór til hans og byrjaði að spjalla við hann. Bara fyrir tilviljun? Bara upp á algjörðu tilviljun. Var hann með ykkur fólki? Nei. Ok, og Jim Carrey bara, það engin orka í Tommy Lee Jones, hann einhvern veginn virðist ekki vilja tala við hann eða eitthvað. Og síðan segir Tommy Lee Jones við Jim Carrey, I cannot sanction your buffoonery. Akkur finnst þetta svona fyndið, Óli? Þetta svo mikið Tommy Lee Jones. Þetta nákvæmlega það sem Tommy Lee Jones myndi segja við Jim Carrey. Þetta eins og Sean Connery, Michael Caine sagan. Já, þetta líka, orðavalið. Já. Það svona... Það alveg buffoonery. Já, en þetta líka, þú finnur fyrir svona öxlunum slaka því þetta alveg búið að sitja í manninum. Hann örugglega búin að langa að segja þetta við hann í marga mánuði. En ég meina, hann reynir samt í þessari mynd, Tommy Lee Jones, að vera svolítið svona glekaður og eitthvað. Já, þetta allt, hann bara... God bless him, hann fór hangað, hann gerði það sem að biðja hann um. Svona áður þú tínir þessu, að því þú myndist á Michael Caine og Sean Connery söguna, þú verður að segja þetta. Hefur þú heyrt þetta? Nei, hvað það var? Þetta er það besta í heimi. Sko, þetta besta Michael Caine, Sean Connery sagan. Þetta besta sagan báða mennina, af því að þetta fullkomlega lýsir persónuleikum beggja mannana. Michael Caine og Sean Connery voru að jamma þegar þau voru ungir leikarar og þetta var eitthvað svona, hvernig ég útskýra hann þetta? Two bird party eitthvað svo leiðis. Þetta var Bring a beer and a bird. Já, þú mætir, bird náttúrulega bara stelpa, þú kemur með áfengi. Og Caine sagði, I didn't bring a beer and a bird, I brought two birds. Yes. Þú ættir alltaf komið beer and a bird, hann kom með two birds. Það er tvær konur. Yes. Okay. Og þeir voru að fara heim, sem sagt, örugglega með eitthvað stelpum með eitthvað. Og það voru einhverjir gæjar að atast í þeim. 4 gæjar voru að atast í þeim. Og það var búið að vera í gangi í eitthvað tíma. Þeir voru að harassa stelpunnar. Já, og Sean Connery lét Michael Caine fá jakka sinn og Sean Connery upp á sitt eindæmi lamdi þessa 4 menn í klessu.
á meðan Michael Caine hélt á jakkanum hans og ef það ekki fullkomnasta lýsing á persónuleikum beggja manna þá veit ég ekki hvað Nei, líka alltaf þegar ég heyri þessa sögu þá ég ímynda mér svona að myndaðurinn á Caine svona haldaði jakkanum, við heyrum bara svona Tom og Jenna violent sound effect Sean Connery að buffa hérna Já, þú veist, líka wow, þvílík fucking saga að því Michael Caine segir þessa sögu þetta ekki hetjusaga sem Connery sagði sjálfur Caine sagði fólki þessa sögu sko. og þetta bara, já, ég hélt á frakkanum hans meðan hann lúbarði 4 menn og Caine bara Ég meina, hann James Bond Fatti Ok, þetta var smá útundur Þetta var smá Skemmtilegur útundur Shit maður, ég táraði Forever samt Forever Endurinn á Forever, þetta aftur Christopher Nolan virðir það sem kemur fyrir Þetta endurinn á Dark Knight með peningin Já Það sem að peningurinn lendi rétt Þetta Batman hendur öllum yes. En peningurinn er Tommy Lee Jones ekki Two-Face hann náttúrulega, maður veit aldrei ef hann hefði gripið hann hvort það lendi öðru sig en pointið er að það er alltaf emphasize að nei, hann hefði ekki gert það Riddlerinn, hann missi vitið í endanum Já, verður bara einhver svona sníill bara, bráðunar bara rosalega skrítið Já, endin er mjög sérstakur En þeir kynna Robin Hvernig finnst ykkur Robin sem karakter? Finnst ykkur hann virkilega live action? Vil ég sleppa honum? Robin, ég er ennþá að bíða eftir góðum Dick Grayson í bíómynd Við pitchum á sínum tíma að Zac Efron myndi vera mjög góður Nightwing ekki lengur, hann er búin að skemma andlitið sitt í einhverjum lítragrun nýlega Þegar við tölum Robin og ég er að fara að vitna í það besta sem Máni hefur sagt þessar myndir af því þegar hann sagði þetta ég held ég hafi sjaldan hlegið jafn mikið þú varst að tala um hvað aldurinn hans Dick Grayson í þessari mynd af því hann er alveg 25 ára eða eitthvað sko. leikarinn, fattar hann er ekki boy wonder Nei, en líka, við vorum að tala um þetta og Máni kom bara þú ætliðir ekki bara fullorðinn mann Þú veist, Hafsteinn, þetta er eins og ef pabbi minn og mamma myndu deyja og þú myndir ætlaði mig Bæli, ég er búin að sjá Forever Millisunum ég var aldrei pælt ég hef samt alveg pælt í hann er svolítið gamall að það er Dick Grayson og Robin í bókunum hann er miklu yngri hann er ættlitur 11-12 ára Já, þetta er rosalega skrítið Þú veist, af hverju fenguður ekki bara, þú veist, hvað heitir hann? Macaulay Culkin eða eitthvað? Kannski ekki Macaulay Culkin Nei, en þú veist hvað ég er að fara með þetta hans aldri Þetta er fullorðinn einstaklingur leiðu bara íbúðmaður hvað er það fáður vinn þetta er svo grilla shit, nú get ég ekki að hugsa setningu þú ætlir ekkert bara fullorðinn mann Já, líka þú mynd aldrei ekki sjá þetta núna sko, þetta er svo En þú veist bara þessi karakter þú sést að bíða en það eftir góðu Dick Grayson ekki bara, sko mér finnst, lastu eitthvað tímaðan Batman Black and White söguna þar sem að Swanur og Jim Gordon kemur aftur sú saga gerist eftir að Bruce Wayne er drepinn og Dick Grayson er Batman það er uppbúðast Batman saga mín mér finnst Dick Grayson Batman vera mikið áhugaverðar í karakterin Bruce Wayne Batman að hvað leiði? Hann er ekki jafn myrkur en hann þarf að halda myndinni flotta dynamicið er að Robinin hans Dick Graysons var Damian Wayne sem er blóðsonur hans Bruce Wayne í gegnum Talia al Ghul og Damian Wayne var reiði myrkrigæin hann var líka bara morðing Já, en Dick Grayson, hann var meira upbeat og light-hearted og hann þurfti að hann þurfti að gera Damian Wayne aðeins jákvæðari þar sem Bruce Wayne þurfti að gera Dick Grayson aðeins myrkri það er gott svona role reversal en það er líka, finnst mér skemmtileg pæling að þetta er ekki sýnt í myndunum Dick Grayson er fimmleikamaður hann er heimsins besti fimmleikamaður ekki í þessum plastbúningum í myndinni eins og ég segi en það að hann þarf fyrsta lagi hann þarf að breyta hvernig hann best af því að nú ertu komin í stærri búning þú erum með þyngri brynju nú þarfst að nota hnefana meira en fimmleikana meira en lappinnar, já og af því hann er ekki Bruce Wayne hann er ekki endilega jafngóður detective hann er góður, hann er ekki jafngóður hann er ekki Bruce Wayne
en hann einhvern veginn að reyna að láta þetta hlutverk virka til þess að virða pappa sinn, ættleita pappa sinn sem að tók hann inn og hann vill ekki gera það. Hann vill ekkert vera Batman, hann ekkert Batman, en þetta eitthvað sem að hann tekur á sig að gera af því að það þarf að vera Batman, það þarf eitthvað að gera þetta. Jason Todd getur ekki gert þetta af því að hann illur. Jim Paul Valley sem var Batman í Nightfall getur ekki gert það af því að hann klikkaður. Tim Drake getur ekki gert það, hann of ungur og það er enginn sem getur gert þetta nema hann og einhver þarf að gera þetta. Og mér finnst það svo áhugavert dynamic að þar sem Bruce Wayne vill vera Batman, að Dick Grayson vill það ekki. Og ég er ennþá að bíða eftir að við fáum Dick Grayson Batman myndina. Og ég held að þeir þurfa að koma DC Cinematic Universe-inu í lag af því að það þarf einhver annar að leika Batman. Þegar Ben Affleck hættir á endanum í 10. skiptið en í lokaskiptið þá vill ég fá þetta, ég vill fá Battle for the Cowl, ég vill fá söguna þar sem að allir að reyna að ákveða hver eru Batman og þetta endar á því að Dick Grayson gerir það. Haldið þið sem þú Warner Brothers þórið því að sleppa Bruce Wayne? Ég held að ef þeir myndu gera það, þá myndu þeir fá það vel verðlaunað, en ég veit það ekki, ég held að þeir munu einhvern veginn... Þeir þyrst að gera 3-leik. Fattar þú? Já, þetta svolítið svoleiðis. Þú hendur þess ekki blind. Nei, þetta er eitthvað sem þú gæti gert eftir 10 ára, því að málið þú getur gert það ef að, við gerðum Batman-mynd, síðan gerðum við aðra Batman-mynd og hann kom fram í Justice League og öllum hinum myndunum, síðan er hann búin að ætlaða Dick Grayson. Og nú er Dick Grayson búin að vera í þessum myndum í 5 ár og nú er hann orðinn Nightwing og hann er búin að vera Nightwing í önnur 5 ár. Núna getum við látið hann bara vera Batman. Já, það er öðruvísi. Þetta er líka svo mikið commitment. Shit maður, ég er svo fegin að þetta hættir sko, að ég ætla að segja ykkur, ég var með svona panicked look á mér á kamera því í þessu grimma hláturskasti þá beiti ég vörun á mér og byrja að blæða. Nei, er í lagi með þig? Já, það er hætt núna, en það sést á kameru því ég En já, minningar, festar á filmu. Þetta var rosalega. Burtu séð frá aldrinum, Chris O'Donnell er engan veginn rétti maðurinn í þetta hlutverk. Af hverju ekki? Að því að Dick Grayson á að vera rosalega sjarmandi, hann á að vera skemmtilegur, hann á að vera ungur Brad Pitt ætti að leika Dick Grayson. Hann á að vera svona ladies man, myndalegur, sjarmerandi gæi og Chris O'Donnell lítur út eins og kartabla. Ég ætla að segja, er hann ekki bara svo basic? Já, en þetta er líka, mér finnst það svo fyndið við Chris O'Donnell, aldurinn, en hann er samt að leika engst í úling. Já, þetta er engst í 25 ára maður. Þú skilur ekki neitt. Og þú ert ekki pabbi minn. Greið Val Kilmer, hann hefur lesið handritið og hugsað, ég er að fara að vera faðirfígúra til 12 ára stráks. Já, svo fær hann bara fullorðinn mann. Já, en Val Kilmer, mjög góður Batman, alveg bara vanmetin góður Batman. En ég var stundum skipt svona leikunum, bara ertu góður Bruce Wayne, ertu góður Batman, eða getur þú púla bæði? Fannst þú Kilmer púla bæði? Í búning meira Bruce Wayne. Já, frekar en Batman. Já, af því þarna eru þau Batman búningarnir silly. Já, en ég fíla samt að Kilmer í búninum, hann channelar Keaton rosalega mikið, segir lítið, mikið presence, physicality þarna, augun, en Kául er bara svo kjánalegt að augun hans verða svona pínur svona grúppin eins og þannig að kemur með brosið það er bara svona, hvað er þessi rammi? Já, það er ekki að tala við Nicole Kidman og labba sér eitthvað frá henni og eitthvað Nicole Kidman í þessari myndmaður, holy god damn. Hvernig fannst þið hún við? Hvað heit hún? Dr. Chase? Eitthvað svoleiðis. Chase Sheridan eða eitthvað svoleiðis. Sko það fer aftur í upprunalega handritið þar sem að ef þú ert að skoða myndum hvað gerir Bruce Wayne að manninum sem hann er, þá meikar það sens að hafa hana. Hún er sálfræðingur. Já. Í myndinu sem við fengum, þetta er svolítið svona... Hún er bara gröði á hann, sko. Já, þetta er svona, hvað er þessi karakter? Þetta er bara annar karakter sem við þurfum að díla með, þú veist. Já, einhvern veginn hann fær Riddlerinn á móti sér, hann fær Tommy Lee Jones á móti sér, hann fær Dick Grayson á móti sér af því hann er engst í 25 ára maður. Nú er hann með þetta er of mikið af persónum sem einhvern veginn er að pota í persónulega lífið hans Bruce Waynes. Það sem að Returns finnst mér gera það betur bara með Catwoman. Já, ég skilji. Þú veist, Burton segir meira með minna. Það er svo mikil tokkstreita þarna, því það er ekkert verið að fókusa á sambandans við
bara einn af þessum einstaklingum. Fókuspunkturinn alltaf rosalega mikið á með hverju mann í atriðinu og þá þetta svona að núna tókstaritan hérna, en síðan hoppar þetta bara yfir í hann að rífast í Dick Grayson og þú fær bara svona whiplash frá þessu. Að þetta var svona einhver svona djúp svona könnun í hver maðurinn á bak við grímuna hérna og þú veist hvað lætur þið vera þetta og síðan allt í nú bara svona þú ert ekki pabbi minn og bara svona rifrindi við engst í mannin og öll þessi sambönd myndu virka sjálf, ég meina Batman og Dick Grayson sambandið, Batman misti pappa sinn þegar hann var 8 ára þannig að það rosalega áhugavert að sjá hvernig hann ber sig sem faðirfígura þú getur ekki gert það þegar Dick Grayson 25. Við erum búin að ræða þetta. Batman og Dr. Chase, aftur, það mjög þú getur haft sálfræðing sem að skoða Batman, eða þú getur haft Catwoman þar sem að þú skoðar Batman í gegnum sambandið þeirra frekar en í gegnum að hún segir honum hver hann Þetta góð punktur. Já, hann að... En ok, þá ætlum ég bara að spyrja ykkur, með Batman Forever. Yes. Og þið að tala að uppræða handritið hefur mögulega getið verið geggjað ef Schumacher fengið að ráða meira og okkur svona. En ef við bara lítum á þetta verk sem til í dag, hvað svona besta við hana? Hvað skemmtilegt við hana? Soundtrackið? Ég myndi segja Riddlerinn. Já. Það svona high point í Batman Forever? Ekki endilega performanceið, ég hef gaman að því, en meira bara konseptið að Batman þurfa að leysa allar þessar ráðgátur. Það eitthvað sem að þessi mynd gaf okkur sem að hinar Batman-myndunar hafa ekki gefið. Þegar Batman á að vera sjúklega klár. Já. Ég elska líka þegar hann að decipher að kóðan, ég horfði á það atriði margótt sem krakki. Það var endað á Mr. E og það var what about Mr. E? Og síðan bara svona mystery. Og síðan another word for mystery, enigma, Mr. E, enigma, Edward Enigma. Og maður bara svona og það var cool. Mér varst að gegga ég sá því á krakki. Já, þetta svo bara svona hægt og rólega eru gírarnir að snúast og við fáum þetta ekkert. Nei. Já, kannski ekki endilega Riddlerinn myndi ég að segja. Ég myndi segja, það ennþá svona brot af svona innra hugarleiknum á karakterunum í þessari mynd sem Schumacher fekk að gera. Ég held að það sé besti parturinn með hana. Ég sammálaður. Mér fannst það skemmtilegast Forever. Það örugglega þetta smá svona mystery dót, hann að leysa ykkur ráðgátur og við erum að fá að sjá að Batman ekki bara slagsmálangur. Þetta world's greatest detective, en við höfum aldrei fengið að sjá það alveg. Hvað klár? Ég meina, Nolan Batman, hann leysir ráðgátur bara með því að fara með það í 12. Já, einmitt. Það bara ekki alveg það sama. Mér finnst hann, við fengum svona pínu brotaði þegar hann var hann inn í byggingunni, manstu með Gordon. Jú, reyndar. Hann að skera í vegginn, fingerprints. Það er svolítið þannig. Já, en það er samt talvan. Já, ég veit það, en þú ert með byrjununa, þetta er svona detective stuffið, fingerprints, og svona, hann er að fara að gera eitthvað annað, síðan allt í nú bara sittar hann í 12 og ég svona, goddammit. Það er líka eitt á uppáhalds Batman hlutunum okkar. Þessi græja sem hann notar til að skera úr múrsteinunum, í hvað gerir hann við þessa græju annað en að skera múrsteina úr? Þetta er sama og í byrjunum á Dark Knight þegar hann rífur vörubílinn opinn með svona can opener. Hvað notar þetta í annað en að rífa vörubíla í Þú meina þetta tæki bara fyrir eitt. Við elskum einnota Batman-græjuna. Það er eitthvað þegar við erum að púsla saman svona Batman-sögun sem við skrifum stundum saman, þá er alltaf við þurfum að hafa eitthvað svona og við vorum með eitthvað atriðuna, hann þyrfti að gera þetta. Hann er bara með eitthvað í beltinu fyrir það. Af því að þess grapplingun og svona, við getum notað það í alls konar. Það make a sense. Og batarangs. Já, en eitthvað svona, hann líka notaði það aldrei aftur. Nei. Einnota græða, eins og Shark Repellent Bat Spray. Ok, en þá var ég að spyrja líka út í eitt, sem í Batman Forever. Já, þetta í Batman Forever og í Batman Robin, mjög örgulega. Ég minni það. Mjög umdeilt. Ok. Geirvörtur og Batman búningum. Það náttúrulega var bara Greek mythology, eða ekki? Jú. Hvað finnst ykkur það? Þetta lukkar ekki. Þetta lukkar finnst mér mjög vel á Ozymandias búningnum í Watchmen. Já. Já, en það er samt svo mikil svona handwave moment að gera Adi Schumacher, sko. Ég er ennþá pirrar út í Zack Snyder fyrir það. Af því ég vildi fá Ozymandias búningin. Ozymandias búningurinn hefði náttúrulega verið mikið betri. Já. Mega sense inn í þessari mynd. Geirvörturnar, ég get farið báðar áttir með þetta. Mér finnst, ef þú ert að gera sixpackið, þú ert að gera brjóskassan og allt það, ef þetta er bara manns líkaminn þarna, þá, mér finnst, ef að geirvörturnar er punkturinn þar sem þú fara að kvarta, mér finnst það svolítið svona, þú ert með allt hitt, af hverju ekki líka geirvörturnar. Já, algjörlega. En mér finnst alltaf bara flík. Þú þarft ekki að sjá alla skorurnar í vöðvunum.
þar sem að þetta bara, hann getur verið í ykkur brynju undir þessu og síðan hann bara með þunnt lag af ykkurum búningi yfir það. En það þurfum að tala aðeins búningana og við höfum að tala betur þetta í seinni Batman-þættinum. Nærbuxur á búningnum, ertu að spáði því? Nei, ég bara pæli búningunum sem þið að fengið að sjá í live action myndunum. Eigið uppáhalds Batman-búning. Fyrir það flott. Ég segja á sama tíma. 1, 2 og Pattinson. Affleck. Pattinson reyndar. En við erum ekki búin að sjá hann kannski, við erum bara að sjá hann í trailerum. Ok, þú ert bara að tala um myndir sem eru komnar út. Já. Ok, þá getum við sagt þetta á sama tíma. Þá getum við sagt Ben Affleck. Já, ég get verið með ykkur. Grár búningur til að byrja með. Yes, ég ekki aðdáandi svartra búningana. Stutt eyru, ég elska löngu eyrun. Ég fíla stuttu eyrun. Stuttu eyrun virka betur með að því Affleck með svo stóran haus. Já, þá virkar það betur. Ég nefnilega fílaði líka á Affleck-búningin. Ég held að þú myndir segja Pattinson, sko. Já. Það djúðt alltaf fyndið á sama tíma. Pattinson, Affleck. Nei, því við höfum rætt áður hvað við elskum. Pattinson-búningurinn, ég spáði ekki í honum. Hann með kraga. Ég sá fyrst Batman með kragaskikkju í White Knight sögunni. Það svolítið klikkuð saga sem að Jókerinn verður góðu gæi. En það mikið að fallegum designs þar. Þar uppáhalds Batman-bíllinn minn til dæmis. Það sem að fyrstu dekkin þau splittast af. Þetta bara eins og bíllinn lítur einhvern veginn svona út eins og eitthvað þetta rosalega skrítið. En það rosalega falleg bók ef bara því að hún lítur vel út. En Pattinson með kraga. Hann með rosalega fallega grímu. Mér finnst þess að eyrun fari aðeins til hliðar. Mér finnst þess að mjó eitthvað. Já, það mjög 1940 Batman. Já, ég elska kragan því það er svona Dracula. Já, þetta er svona, þetta lætum, að því að kragin líka pínu svona 1940 detektiv, þetta virkar mjög svona noir Batman. En samt, ef við erum að tala ef við vorum bara að tala myndir sem eru komnar út, þá hef ég sagt Ben Affleck með honum, sko. Mér finnst líka hann, að því að við byrjum hans af Nolan-búningin, mér finnst það að vera of busy. Nolan-búningurinn. Svo mikið að línum í honum. Mér finnst það bara í Dark Knight. Mér finnst það bara í Rises, að því að í Rises þá hann út í sólarljósinu, en í Dark Knight þá hann alltaf í honum bara í myrkri, þannig að það truflaði mig ekki það mikið. Mér finnst það vera eitthvað svona, mér finnst það ekki svakalega flottur. Mér finnst það flottar í Batman Begins. Við erum allir sammála þar. Jóli höfum talað hann er líka eins og svona pardus. Já, það var, við skulum ekki geymum þetta. Þetta er alveg löng samræða hérna. Tökum það í seinnilegðunum. Þetta er rétt orðað, ekki? Pardus. Jú, svo Panther, pardustýr. Ég var ekki alveg viss. Þetta er rétt, sér. Ok, Batman Forever. Erum við búin með hana? Já, varst þú ekki að fara að segja eitthvað varandi... Nei, þú ætlar að fara að segja eitthvað varandi Bale-búningin. Já, býðum aðeins með það. Við förum aðeins í búninguna kannski betur í þeim hluta. Ok, Batman Forever. Mér finnst hún ekki leiðinleg. Nei. Ef það er eitthvað sem er hægt að segja hana, þetta er fullkomin Batman-mynd fyrir börn. Já. Hvað er það að tala um? 12 ára yngri eða eitthvað? Já, bara hún er svo, hún er nógu ofbeldisfull en á svona góð, þú sér aldrei neitt svona skotin í hausinu neitt, en þú sér bara svona Tommy gunbissunar og sér Batman kýla með. Kveikir Batman ekki í? Nei, hann Two-Face kveikir í Batman. Já, það er rosalegt visual, sko. En það er líka mjög Batman Begins. Já, og svo er líka hann er líka með einnóta græju í fucking bara opnuna senunni, í liftubardaginn, hann kastar einhver svona bláu drasl og einhver gæi fær bara að raflast svona á gólfinu, bara svona, fyrir hvert var þetta nákvæmlega? Og alveg bara, líka af hverju bara á einn gæja, var hann með eitthvað grudge. Mér fannst byrjunatri í Batman Forever, mér fannst alltaf skemmtilegt. Já, með peningaskapnum? Já, það er æðislegt. Bankakvelvinguna eða hvað þetta var hérna? Tekur heyrnatækið úr eyrunagæðinu, my hearing aid, thanks. Og það er svona krakka góðan, það er Batman atriðið. Það er mjög Batman. Það er mjög Batman, en samt svolítið silly líka. Já, en það er Batman. Ég elska 1960 Batman. Adam West gæti verið uppáhalds live action Batmani minn. Þú elskar silly hliðina á. Ég elska Batman, ég elska silly Batman, ég get tekið Neil Adam skrítna Batman, ég get tekið Frank Miller grimma Batman, ég tekið allt saman. Já, þú fílar þetta allt bara. Við þurfum að ef við förum eitthvað út í Frank Miller þá þurfum við að tala um handritin hans. Tökum hann aðeins seinnilutunum af því að hann er meira vitna til hans í Nolan-myndunum. Já, í Nolan-myndunum. Ok, Batman Forever, búin með hana. Já. En það ekki bara? Jú. Nokkurt veginn. Bara, saklaus. Ekkert að þessari mynd. Solid mynd,
hún fær mikið meira hatur en hún á skilið út af Batman and Robin. Já, það ekki svolítið málið? Og það líka, sko, hún með atriði, báðar myndirnar, Batman Forever og Robin, eru með atriði, þeir eru með sama atriðið, sem ég gjörsamlega elska, það þegar þeir eru að hlaupa í endanum fram hjá Batman-merkinu. Það enda mjög góð. Það ógeðslega cool! Ég ætla að þeir hlaupa að kamerunni? Já, með tónlistin. Þetta svo mikið bara svona, yes! Superhero moment! Veistu, allt í skugga og þetta svona kveður myndina því að þetta feitar, þeir eru að láta karakterinn að feita myndin into black og þetta bara svona... Já, bara cool visual. Þetta ógeðslega flott visual, maður. Og það líka svo flott í Batman and Robin, þegar þeir hlaupa hann aftur og svo Batgirl með, þá eru þið 3 og maður svona, þetta er nice, þetta er cool. Ok, eitt samt að lokum, hann fyrir mig í Batman Robin. Batman Forever tónlistin, bara skorið, þetta var ekki Elfman. Nei, þetta var Elliot Goldenthal, heitir hann. Hvernig fannst ykkur tónlistin fyrir mig? Góð. Bara frábær og hann líka, hann byggði tónlistina á börnum. Hann sagði að sonar hans var að leika sem með svona actionfígurur og eitthvað svona og krakka að gera svona með fígurur, svona búa til tónlist svona og hann var að hlusta á það. Nei, það alveg bara, það örugglega ekki betri leið til að skora þessa mynd. Nei. Hann vissi hvaða mynd hann var að gera tónlist fyrir, sko. Ok, Batman Robin. Mynd sem ég kann utan að. Ok, hvernig finnst ykkur svo mynd? Mér finnst hún yndisleg. hún er æðisleg á nákvæmlega sama hátt og Batman 1960s er æðislegt. Ef þú getur hún er ef þetta er sko, þú ert búin að fá Burton-myndirnar og síðan fyrir Batman Forever, hún var ekki alveg góð, hún var fín, síðan fyrir þetta og síðan færði ekkert aftur Batman-mynd í 8 ár þá auðvitað ertu að fara að vera pirraður. En núna erum við búin að fá Nolan-tríleikin og við erum búin að fá Affleck og við erum að fá Pattinson. Við erum að fá Flashpoint með öllum hinum. Það er mikið auðveldar núna að líta tilbaka og segja, heyrðu, þetta er svolítið skemmtilegt svona auka krókaleið sem þessa myndir þágu. Mér finnst tíminn actually fara svona pínu vel með þessa mynd. Hún er svo mikið svona, hún er svona í svona glasi bara. Fór hún ekki yfir línu, mér Batman er með kreditkort í þessu mynd. Já, en af hverju myndi hann ekki hafa kreditkort? Og það stendur expiration date, bara forever. Já, og þetta er líka, veistu hvað, ég elska það sem stendur á kortinu? Goth card. Er það ekki too much? Er það samt? Nei, veistu að því, þú ert með, ef þú elskar Adam West Batman, þá er þetta mynd fyrir þig. En ef ég hata Adam West Batman? Já, hvað ertu þá myndi ég ekki horfa á ramma af þessari mynd, sko. En ég var að segja hypothetically, ég er ekki að segja ég sko, þetta er ekki, ef þú vilt grimma Batman, þetta er ekki mynd fyrir þig. Ef þú vilt myrkan Batman, þetta er ekki mynd fyrir þig. Þetta er mjög sérstaklega mynd fyrir þig ef þú A, hefur gaman af Hammer Batman og B, hefur gaman af Silly Batman. Ef það er ekki það sem þú vilt, þá getur ekki elska þess. Og ef þú langar að sýna barni Batman-mynd á þess að fara út í guns blazing og fólk að deyja hægri og vinstri, þá er þetta er líka, þetta er fínasti byrjunarreitur fyrir einhvern. Svo Batman Robin? Já, á yngri árum. Við sáum allir hina myndina fyrst. Þetta var rúglega fyrsta Batman-mynd. Já, en við náttúrulega sjáum Burton-myndina fyrst. En mér fannst þetta allt bara... Ég sá þessi bíó, sko. Wow. Já, holy crap. Þú ert 14 ára þegar hún kemur. Ég er 14 ára. Þú hefur verið pirraður. Ég var pirraður, sko. Ég fór á Batman Forever og... Ég var ekki einu svona að hugsa út í það, maður. Ég held með að ég hef síðan allir bíó, sko. Ég hef svona verið 6-7 ára þegar fyrsta kom. Impressive. Nei, ég er bara svo gamall. Já. En þegar ég sá Batman Robin bíó, þá man ég alveg, ég bara... Rusl er þetta? Þetta er svo mikið sírutripp. Því mér varst að bara taka allt sem var í Batman Forever og bara kranka upp í... Já, en líka þeir lærðu ekkert allt, þeir lærðu leksíuna sín ekkert. Það var, ok, Batman 89, 1 villain. Batman Returns, 2 villains, en ok, þeir virka. Ég myndi segja 1 villain að því að Catwoman, hún er villain, en þetta er meira, hún er verkfæri til þess að skoða Batman betur. Þú veist með svona the good, the bad and the ugly. En samt, ef þú myndir spyrja, sem þú farið á götur núna, þú myndir spyrja fullt af fólki sem búið að sjá þessu myndir. Hvað er margir vondikallir í Batman Returns? Það ætla að segja 2. Já, það er rétt. 2. Já, en síðan Batman Forever, þá ertu með 2 guaranteed villains og eitthvað meira. En síðan í Batman Robin, bara þeir bætast bara við.
eru svolítið margir. Það alveg, við fáum hann að Mr. Freeze og við fáum hann að skauta senuna sem er rosalega Adam West. Það líka önnur einnóta Batman-græja, skautarnir. Já, líka hann kveikir að með að smetla löpunum saman eins og Wizard of Oz. Já. Smelli fótunum saman. Vá, af hverju sögðu þeir ekki Kansas-línuna þegar þeir fóru í rakettuna? Sér bara þú út að hlusta þessu sjálf að Óla. Já. Skautar, þeir bara í rakettuna, Já. Wizard of Oz, hlustið á okkur. Þetta er fucking steikt mynd. Hafsteinn eru örugglega að hugsa bara heyriði í ykkur þegar þið talið. Ég fór þess að mynd. Manstu þegar hann fristi Robin og Batman afþýttar með að henda honum í vatn og skjóta laser í vatn. Þetta er svo fáraleg mynd. Þetta er líka, ég held að þetta sé dæmi Schumacher hlýtur á að misstjórn á casting þarna. Já. Var hann ekki bara okkur kókain-trippi? Ég held að þetta var annarkvort bara launaseðill eða hann var neyddur til að taka upp aðra mynd fyrir á eða eitthvað, ég veit það ekki. Já. Mér finnst þess að ég hef lesið að hann hafi sagt bara, einmitt, það hefur eitthvað svo samlingsbundin jafnvel eða eitthvað, sagt bara eitthvað, ok, fyrst ég á að gera svona mynd og þið vildu fá selja fleiri leikvöng, tjekkja á þessu. Fatti, mér finnst þess að ég hef eitthvað lesið það. Já, það meikar samt alveg senn sko, en það er líka, finnst þér ekki fyndið að vísindamaðurinn sem býr til Bane heitir Dr. Burton? Finnst þér ekki fyndið að vísindamaðurinn sem býr til Bane er Lionel Luthor í Smallville? Leikarinn heitir hérna... John Glover. Hann er góður. Mér finnst alltaf gaman að sjá hann í myndum. Æðislega leikari. Hann er geggjaður í Smallville. Hann er í Gremlins, eða ekki? Gremlins 2? Gæti að vera. Það getur verið. Ólátt sín svona. En ok, Poison Ivy. Hún er skemmtileg. Hún er vestiparturinn við myndina. Þetta er hræðilegt. Vesti? Þetta er rosalega miscast, sko. Af hverju? Af því að Uma Thurman er fín leikona. Hún er góð leikona, en þetta er Tommy Lee Jones dæmið aftur. Þar sem að þú þarft eitthvað sem að er nógu silly fyrir heiminn og hún er hammy. Hún er ekki silly. Nei. Arnold Schwarzenegger er silly. Já. Finnst þér það að vera gott casting? Nei. En mér finnst þetta líka léleg notkun á karakternum. Ég vil fá Animated Universe Dr. Victor Freeze. Mr. Freeze er fucking svalur karakter. Hann var bara búin að vera svalur karakter í eitthvað 1 eða 2 ár þegar þessi mynd kom út. Já. Það var bara nýlega búið að bjarga þessum karakter. Já, þegar Paul Dini ákvað að breyta þessari fíguru í karakter. Hann var upprunalega bara Mr. Zero sem var bara, ég ræni banka með að frista hluti. Já. En síðan komið Paul Dini og hugsaði, nei, veistu, það er hægt að gera, þú veist, það er hægt að segja góða sögu. Já, líka, þú veist, ég elskaði að túlkurinn þar var bara svona, ok, hann er í freeze-suit með freeze-byssur. Af hverju? Ég elska að það var bara svona genuine, bara svona, það þarf að hafa ástæðu fyrir þessum búning. Já. Og það er bara breytt í einhvern svona sálfræðilegt take á karakterinu. Já, í Batman Robin. Já, bara hann er með, í hérna animated þáttunum. Hann er með kulið hjarta, hann getur ekki fundið til með fólki og hann lifir fast, hann er líka frosinn í tíma því að konan hans, hún er bara frosinn þarna, þar lengi þú lækna hana og heimurinn heldur áfram að snúast í kringum hann en hann er einhvern veginn, hann breytist ekki, hann er bara, eins og ég segi, frosinn í tíma þar til að hann getur lækna hana og hann lifir fyrir það og ekkert annað skiptir hann máli en í Arnold Schwarzenegger tökunni, þar er hann bara, þú veist, hvað, þetta er bara Schwarzenegger, hann er bara umkringdur, hann er að reykja vindil. Hann er með vindil! Hann er umkringdur, fyrsta lagi einhverjum hockey-glæpamönnum sem vil ekki vera þarna og síðan einhverjum fáklæddum stelpum, þetta er ekki Victor Freeze, þetta er bara Schwarzenegger. Já, og líka mér finnst samt, þú veist, það er ekkert að því að gera silly take-ið, en hættið þá að í alvöru söguna. Hann er með frosnu konuna og hann er að horfa á wedding, hann er að horfa á brúðkaup og hann er að tárast og tárið frosnar og hann er með hálsmennin og þetta er svona, en þú ert samt hérna, all right everyone, chill. Já, hönnin er ekki góð. Ég vildi fá Max von Sydow eða eitthvað svoleiðis. Já. Þetta er sann svo fyndið bara, þú veist, eins og what killed the dinosaurs? The Ice Age! Sem bæði vegi að ránt, en... Já, þetta er bara, þú ert bara að segja hluti. Já. Þú ert bara að segja hluti. Mér finnst ekki að búningun hans glataður. Hann er ekki eins og með kúft, hann er ekki með hjálm yfir hausinn á sér. Þetta er svo mikill búningur. Hann er svo stór. Alveg Schwarzenegger er stór gæi, en hann verður 2-falt stærri í þessum búning. Þetta er bara svona, holy,
Hann var líka eitthvað mjög þungur og þetta var eitthvað fáránlegt. Finnst þér ekki líka, ég get ekki annað en sko. Hvernig búningurinn knúin af demöntum? Já, mér finnst, ég held að það ekki sem lætur mér hlæja meiri í þessar myndi þegar Mr. Freeze, Arnold Schwarzenegger í þessum búningi grípur svona risastóra jurtavæn og svifla sér þarna yfir salinn. Hvað þetta visual? Eitt fyrir Arnold samt. Hann ekki bara herm eftir Jack Nicholson. Þetta hans eigin taka á karakter. Já, þú meina svona, bara þú elskir hann að hattir hann, þá þetta allavega hans take á... Já. Þetta ekki, Tommy Lee Jones, hann var að herm eftir Nicholson, Jim Carrey, hann var ekki endilega herm eftir Nicholson, en það var mjög svona Nicholson vibe í því. Arnold, þetta klárlega eitthvað sem hann gerði bara sjálf. Það sem ég finnst líka svolítið svona skrítið ég held að Schwarzenegger hefði getað virkað. Heldur það? Allavega sem Mr. Freeze, að því mannstu að þessi litlu atriði sem við fáum þegar hann bara svona standandi að hann menacing. Þegar hann 2 metra hár kraftliftari með gleru í vísindafann að fraka. Ég held bara að Schwarzenegger, ég elskar Schwarzenegger, en... Akkur leik hann ekki bein eða eitthvað? Já! Miklu frekar. Af því að þar getur þú haft bein úr bókunum sem kann að tala, þessi bein, hann bara klikkaður. Já. Hvernig fannst ykkur bein í... Hefurðu heyrt söguna af hvernig þessi leikari dó? Gæinn sem var physicality af bein. Þetta eitthvað búningur samt. Nei, þetta maður, sko. Þetta var glímakappi, sko. Já, hann Já, en hann var samt massaður í drast, sko, en hann var ekki svona mikið, sko. Nei, hann var svipað eins og þú getur lögur þippin, samt fer í fatsuit í myndum. Já. Ég meina, hann alveg massaður, en hann var í einhverju fake búning. Já, alveg 100,000%, sko. En þeir fengu samt stóran, risa massaðan gæja, þeir náttúrulega, bara búningaðan upp. Þessi maður dó við að hann fekk hjartaáfall. Og þeir ætlaði að fara syringan, svona að reyna að gefa honum eitthvað beint í æði eða eitthvað. Já. Maðurinn var það massaður að nálarnar brotnuð á honum. Þetta ljómar þessu ykkur líka saga. Nei, Helgi sendi mig grein. Var hann það? Þetta bara komst ekki þetta bara brotnað á honum. Jesus. Ok, þið sem að hlusta og horfa núna á Bíablaðir, þetta gætur kjaft. Þetta örugglega kjaftað. Ég las þessa grein bara einhvers stað. Ég las hana fyrir löngu, en þetta hljómar steikt. Þetta grillað. En það líka, ég gæti alveg ímyndað mér að þeir skrifa eitthvað sögu það sem bein deyr, þá mun það vera því að þeir gátt ekki sprautaðan með meðalinu sem það þurfti. Ég myndi trúa bein til þess, sem karakter sem ekki til. Já. En veistu hvað samt svo fyndið við þennan bein? Ég elska þegar þeir setja hann í frakkan. Já, hann ennþá með grímuna. Já. Hvernig sér það enginn? Og hvar fekk hann svona super-sized hatt líka? Já. Og líka ég elska þarna þegar þeir eru að stígu fluguna, það svona ljósmyndi teknaðum þeir eru að vera incognito og hann þarna. Þú veist, þetta allan tíman bara einhver ófreskja. Þetta svo stúpid. Ég var að gleyma bein var í þessari mynd áður og þú sagðir á það. Bám. Þú veist, hann að channela Lobo úr útmyndunum. En var ekki bein í teikmyndssonum? Ég ekki lesið mikið með bein, en á hann ekki var alveg klárkur. Jú, það Tom Hardy náði því, sko. Já, af því hann var ekki klár. Nei, bara homunculus ape. Það var bara... Sko, málið með bein, baksaðan, hann ólst upp í hvað? San Pedro eða eitthvað svo leitt, eitthvað svona suður-amerísk gerfithjóð. Mexiko eða eitthvað. Nei, ekki Mexiko, hann frá gerfilandi. Já, eitthvað svona sem var búið til. Já, þetta eins og Latveria eða Wakanda. Já. En hann ólst upp í einhverju fangelsi þarna, einhverju maximum security fangelsi. Og hann þurfti að vera, bara survival of the fittest, hann þurfti að vera svo sterkasti og í klefanum hans var leðurblaka. Og alla ævina hans, þegar hann var krakki, var hann hræddur við leðurblöku og hann sér Batman sem loka áskorunna sína til að verða svo besti en líka til þess að sigra batnótta sinna á leðurblökum. Og hann Það cool. Já, og hann ógeðslega gáfaður og Nightfall byrjar á því að hann hleypir öllum föngunum úr fangelsinu, úr Arkham til þess að Batman bara þarf núna að vinna overtime. Batman þreyttur, hann búin að þurfa að vinna of mikið. Og ég held að Batman sé líka með lúnabólgu eða flensu eða eitthvað þegar þetta að gerast. Og eftir að Bane búin að henda öllu þessu í Batman, þá mætir hann og hann brýtur á hann bakið. Það virkar sem bíómynd. Það sem að ég sigraði þig ekki bara því ég er sterkar en þú, en að því að ég hugsaði þetta betur en þú. Ég reiknaði langt fram í tíman
og ég notaði óvinniðina gegn þér og ég sigraði þig. Það er ekki þessi Bane. Það er svolítið langt frá því. Já, þetta bara einhver api. en sá Bane, það hefði virkað með Schwarzenegger. Já, ég ólst upp í einhverju, austur-Evrópulandi og þú færir þetta bara frá Suður-Ameríku yfir í Evrópu. Já. Og Arnold Schwarzenegger, hann er ekki besti leikari í heiminum, en hann hefði örugglega getað selt það. Já. Hann náttúrulega, ef hann er frá einhverju þykjustu landið, þá náttúrulega virkar hreimuruna svo miklu betur. Já, nákvæmlega. En eins og bara eitt með Poison Ivy. Já. Bursið frá hvernig Uma Thurman leikur hann í Batman Robin. Finnst þið þetta skemmtilegur karakter? Ég persónulega hef ég aldrei hrifin henni. Bara í teiknumyndasögunum. Já, bara þessi karakter. Mér finnst hún skemmtilegust í animated þáttunum, en ég hef aldrei eitthvað dýrkað hana karakterin, ég hef heldur aldrei svona kvarta undan henni, fattar þú? Ég sit hana svona með Penguin, þar sem að hún er svona B-villain, þar sem að ég hef ekkert á mótinni, en mér finnst eins og, mér finnst aðri villainar skemmtilegri. Já, og það er líka, það býður upp á, þú veist, maður getur skoðað svo marga af Batman-villains og þú getur munað svona Two-Face, það er geggjuð Two-Face-a, það er geggjaðar Joker-sögur, það er góð Bane-sa, það er góð Hugo Strange, það er gott Scarecrow, en Penguin og Poison Ivy, þetta er svona, bara svona með. Já, þetta er svona, bara on the top of my head, ég get ekki munað hvað er góð saga með þeim. Og það er alltaf einhvern veginn verið að endur skrifa hvernig þessar personur eru, af því að það er engin akkerispunktur fyrir Penguin eða fyrir Poison Ivy. Ég myndi segja ekki jú meira fyrir Harley Quinn, en það er alltaf einhvern veginn verið að endur túlka þar til að þau eru að leita af sögunni sem að hittir og ég held að þessi ekki enda búin að finna hana. Það er svo fyndið, þetta er svo gamli karakter en þeir eru samt með identity crisis. Þetta er svona, það veit enginn hvað nákvæmlega þetta á að vera. En mér finnst líka bara leiðast með eitthvað svona vondan kall, þessu til ekki vonda konu, sem eitthvað svona plöntu vista, eitthvað bara boring. Já, ég er samt með, svona áður við höldum áfram með Batman en Robin eins mikið að þetta tala um þessa mynd. Og ég elska búningin hans Robins í þessari mynd samt. Nightwing búningurinn. Ég er aftur í, akkur getur hann ekki, hann getur ekki hreyft sig í þessum búning. Hann á að vera fimmleika maður. Já, nákvæmlega. En ég meina spurningin. Er það útlýslega bara? Já, bara mér finnst þetta fínt. Og hver er spurningin? Ok, Þetta er reyndar fínt adaptation af Nightwing búningnum í þessum stíl, ég skal gefa þér það. Ok, förum bara hringinn, byrjum á þér og svo mér. En Hafsteinn, hver er uppáhalds Batman villain? Ég segi alltaf Joker, ég veit þessi boring svar. Já, ég meina það er samt ekki uncommon. Nei, ég meina flestir myndur okkur segja Joker. Og er einhver ástæða fyrir því, eða bara svona... Mér finnst það bara svo áhugaverður. Kannski við tölum á hann, þú getur fengið gangsterútgáfuna, getur fengið trúðútgáfuna, raðmörgjútgáfuna. Það er svo margar mismunandi. Áttu uppáhalds útgáfa af jökundum. Ekki leikara heldur, þú veist, bara útgáfu. Hvað vilt þú sjá frá jökundum mest? Því við elskum skítuða jókerinn, við elskum gangsterjókerinn sem actually gefur fólki hnúalokur í Under the Hood. Já, svona uppáhalds. Ég auðvitað fannst mér úrslega gaman Heath Ledger útgáfa fannst mér mjög skemmtileg. Já, þetta verður seint toppað. En ég var mjög hrifinn af animated útgáfinni. Mér fannst hann mjög skemmtilegur. Mark Hamill náttúrulega sem Joker brilliant. Já. Hann uppáhaldsjókerinn þinn er hann Joe DiMaggio, eða ekki? John DiMaggio. Í Under the Red Hood. Hann talaði fyrir hann... Ég sá hana, held ég. Hún er æðisleg. Þetta er teiknumynd. Frábær. Hún er ekkert það gömul, kannski 5 ára eða? Nei, hún kom 2010, 2011. 11 held ég. Og hún er líka með rosalega góðan Batman, Bruce Greenwood. Bruce Greenwood er Batman. Málið með Bruce Greenwood, strákar, hann leik í Gerald's Game, þar sem að hann eyðir allir myndinni berað ofan. Og hann er að detta í 60, en maðurinn, hann passaði sko línurnar. Þegar hann las handritið, hann hefur verið svona, þið haldið að þið séuð að fá mig til þess að vera berað ofan. En lítið vitið þið að ég get verið berað ofan. Alveg bara, hann er bara Batman. Hann er í góðu formið. Ok, uppáhalds vondakallið þinn, Máni? Hush. Já. Og ekki úr Batman Hush sögunni, heldur sérstaklega úr Heart of Hush, sem er saga sem kom út seinna. Og þar fáum við baksöguna, hans Thomas Elliot. Hún finnst mér Hush-sagan, ég skil ekki ástina sem hún fær. Mér hún hafa verið góð. Hún er fínt svona... Jim Lee heldur henn uppi, sant? Já. Jim Lee heldur öll uppi. Hún er mikið svona, bara hérna eru allir óvinnir, hérna er bardaði sem Batman best við Superman, hún er svona mikið svona
gott svona, þetta mjög gott svona kynning á Batman finnst mér, þar sem að þú sérð allan heiminn hans á sama tíma sambandið hans við Catwoman og svoleiðis, það stórt moment þarna með Jim Gordon, en Heart of Hush, mér finnst þetta svo áhugaverð saga því að hann með nákvæmlega sama uppruna á Batman nema öfugt, þar sem að Batman misti foreldra sína, Thomas Elliot draf foreldra sína. Já, ég hef ekki lesið þessa bók. Heart of Hush... það standalone bók bara? Heart of Hush, þetta eru 5 eða 6 litlar bækur heldur. Já, tölublöð sem búið að safna saman kannski eina bók. Já, ég veit ekki hvort þessi búið að safna henni saman, ég las bara tölublöðin, ég mæli alveg sterklega með því, þetta er saga sem ég held að fór fram hjá fólki. Ok, þetta er áhört pikk. Hush. Ok, það kom að þér. Já. Mannunum sjálfum. Útskýri fyrir, ok, Óli, við töluðum áðan Penguin, af hverju? Af hverju það uppáhalds vondikallin? Það það ekki. Hver er uppáhalds Batman vondikallin? Hver er uppáhalds hjá mér, Máni? Ég alltaf veit svar við þessu. Held ég. Já, það skiptist reglulega, sko, en það er alltaf 2, það er hérna... Ég ætla að skjótbýtu, það er... Ég held að þið ættu þetta sammeilegt. Við varum í sama... Nei, það er Clayface og er það Two-Face? Það er Clayface og Court of Owls. Court of Owls. Alveg, það er ég að bulla. En Court of Owls, var það ekki hópur? Jú. En þetta er svo mikil heild. Þetta er eins og einhver svona ein skepna. Ekki náttúrulega svona ein risastór skepna. En ég elska konseptið af einhverju sem er búið að liggja hérna í bakgrunum á Gotham, bara undir nefinu hjá öllum og þetta er svona búið að vera að stjórna samfélaginu hægt og rólega. Þetta er svona skuggarnir inn í skuggunum. Er þetta ekki svona Illuminati pæling ykkur? Og þeir eru með svona lullaby, þetta er svona eins og ykkur svona boogeyman saga sem Thomas Wayne sagði Bruce þegar hann var yngri og ég elska það að þeir fara svo mikið út í hvernig þetta blandast inn í Gotham að því Scott Snyder er rosalega góður að vinna með Gotham sem svona sitt eigin entity. Ef hann er að tala um einhverja byggingu, þú veist að þetta er að fara að vera með payoff eins og þetta með ufsagrílurnar þegar hann er með hent út gluggan og bara svona there was a 5th one og maður bara svona fuck off, hvað þetta var sniðugt. Fljótt innskott Batman Black and White staðan sem ég talaði áðan með Dick Grayson, Scott Snyder skrifaði hana líka. Það er Snyder? Það er Snyder. Að ég laði svo rönnið hans á Batman með þess að gegja. Scott Snyder er bara upp þeir með bestu Batman-ræturunum. Ég myndi segja að hann er besti Gotham-ræturinn, alveg klárlega. Og einn af bestu Batman-ræturunum. Skilur engin Gotham eins og Snyder. Hann er líka, veistu hvað ég elska við Scott Snyder? Gæinn er buff! Hann er í formi. Ég fylgja með Instagram. En það eru nokkur þannig, Greg Capullo líka. Zack Snyder. Greg Capullo, whole lot of money. Maður stendur þessu. Hvaða tjók á það? Það var þeir eru að tala um hvað þeir elsku að vinna saman, að skrifa Batman eitthvað, þeir voru að klára rönnið sitt og síðan er Greg Capullo bara, you gotta think about, we're gonna make a whole lot of money. Með sólglerun, we like doing it because it's gonna make a whole lot of money. Svo fyrir þá sem við ekki, Greg Capullo er teiknarinn. Hann er flott teiknar, þetta er svo, hvað ertu? Hann er fucking massaður. Já, en þetta er svona, hann er eins og svona WWE karakter. Já, menn hann er líka sköldum í skegg og sólgleru. Svona Macho Man Randy Savage. Já. I'm gonna make a whole lot of money. Já, elska þessa klippu. Þetta er líka, Greg Capullo, hann er nýji Jim Lee. Jim Lee, Neil Adams var með teiknistíl sem skilgreindi hvernig DC bækur lit út í alveg 10 ár. Jim Lee var með stíl sem skilgreindi DC bækur í 10 ár. DC bækur núna lít út eins og Greg Capullo bækur. Ég tengi alltaf Greg Capullo við Spawn. Við Spawn? Já, hann teiknaði Spawn í gamla daga. No. Þannig þegar ég sé teiknistíl hans hjá Scott Snyder, þá er ég bara svona, já, alveg þetta Spawn teiknarinn. Veistu hvað hann gerði við Batman sem ekki margir gera? Karakterarnir, þeir líta gett svona áhugavert eins og Lincoln Marsh, hann lítur út eins og bara, það er eitthvað svona stíl það sem að of oft í þessum bókum þá einhvern veginn líta allir karakterin eins út, allar stelpurnar það eru alveg eins í framan, bara svona stór augu, lítil haka, svona stór munnu, lítil nef og svona og allir gæjarnir eru bara svona með stóran kjálka og lítil augu og þetta er svona, en Greg Capullo, hann einhvern veginn lætur karakterina, hann heldur því að allir eru með svona íkt features en samt líta allir alltaf öðru svo út. Allir fá svo rosalega svona distinct look en mér finnst Court of Owls alveg þetta er einn besta Batman-sagan Sammála.
Og ég miklu hrifnari af bók 1 þegar þetta endar bara á Let's Take Gotham City. Af því ég las það bara fyrst, ég held að þetta var bara svona one and done, bara svona one shot. Ég bara, djöfull þetta brjálaður endir á sögunni maður, bara fuck, Batman tapaði. Night of Owls ekki alveg jafngóð. Nei, af því hún fer út í svona yktari kafla, en ég elskaði hugmyndina á bakvið The Talon, bara sem þetta unstoppable force, bara, það ekki hægt að drepa þetta, þú getur bara svona Frankensteins monster, þetta er bara svona Michael Myers, svona ófreskja sem þú getur bara svona hægt á í smástund. Og ég dýrkaði það sko, en síðan fóru þeir út í hérna að gefa þessu svona annan nafn og eitthvað, þetta var að bróðir hans eða eitthvað svoleiðis, var það ekki? Night of Owls. Mér finnst það að vera mjög gott púl. Ég vil, og ég hef talað þetta áður, ég vil, og þetta er svolítið stórt hérna, þetta er svona stórt koncept sem ég hef, DC Animated Universe, gerið Crisis on Two Earths myndina, þar sem Batman þarf að berjast á endanum móti Owlman. Af því Owlman er ekki Bruce Wayne úr illaheiminum, Owlman er Thomas Wayne Jr., stóri bróðir Bruce Wayne. Og við erum eins og með casting. Já, og hérna, ég vil fá það. Síðan, hérna, Batman sigrar hann og eitthvað svona, hann þarf að sjá hann á bak við grímuna. En þú teiknumynd sem það? Nei, já, ég er að tala um bíómynd. Þú live action? Já, þú veist, Ben Affleck sér á bak við grímuna bróður sinn úr öðrum heimi. Og síðan, eftir þetta, í annari mynd, gerur þú Court of Owls, þar sem þú kynnir Lincoln Marsh, sem er sami leikari. Hausunum er bara hann. og við veitum hvern við viljum fá sem hérna Lincoln Marsh. Patrick Wilson. Það finnst mér vannmyndin leikari. Hann er ógeðslega vannmyndin. Hann er svo mikið bestur. Sko. Hann gleymist, oft gleymast hvað hann er góð leikari. Já, hann líka, þú veist, hann er svo mikið svona all in, bara ok, ég er að fara að vera vondigæðin í Aquaman, en ég ætla að koma mér í bara næstu í betra form en Jason Momoa. Ertu að followa hann á Instagram? Ég er að followa Patrick Wilson á Instagram. Það er búin að sjá þegar hann er að deadlifta. Holy crap! Nei, ég er ekki búin að sjá það reynda. Er hann á okkur góðu testosteróni þessi gæi? Hann alltaf detta í 50. Já, það er allir að sprauta ykkur í sig. Við skömmum ekki. Nei, ég skam ekki neitt. Ég vil samt gefa hann the benefit of þetta. Hann er bara með góð gen. Hann er með Hollywood gen. Já, ég meina hann er með falluð. Hefur þessi hárið á hann? Hann er með Hollywood hár. Hann er með Hollywood hár. Ok, Court of Owls, en þú nefndir líka Clayface. Já. Við kannski endum á því, svona fyrir þátt eitt. Við ætlum ekki að tala um Batman Triumphant, 50 Schumacher Burton-myndina, sem átt að gerast. Já, sem gerðist ekki. Já. Jú, ok, tökum hana. Já, lokum þeim kafli, ég sko bara fara stutt út í Clayface. Clayface, af því fólk þekkja hann kannski ekki, sem er kannski bara séð live action. Já, ég elska Clayface af því það til svona margar sikkorar útgáfur á honum, en ég fíla svona horror koncept á bakvið að hann getur verið hver sem er og hann einhvern veginn svona tínu sinni eigin identity. Og besta útgáfan af Clayface hinga til er í The Batman. Ethan? Já. Hvað heit hann? Ethan? The Batman? Já. Animated seria frá 2004. Það sem þú eyðir... Ethan Bennett. Já, Ethan Bennett. Það er glænir karakter búin til fyrir þess að þetta. Og hann er lögga sem er á eftir Batman. Því Batman er það svona vigilante, hann er búin að vera Batman í hvað árið eða 2. Og þetta er æskuvinur Bruce Wayne og allt það. Og Jokerinn breytir honum í Clayface seinna í þáttunum og hann bara gjörsanlega gleymir hver hann er og hann er bara einhver ófreskja og þetta verður svona John Carpenter's The Thing þegar það er að leita á hann, þú veist aldrei hvar hann er og hver. Þetta Clayface getur og getur útskipt fyrir fólki, það er kannski margir þekkja mikið. Hvað getur hann gert? Hann getur breytt sér í hvað og hvern sem er. Hann getur gert hendina sína eggvopnum eða hann getur breytt sig í Hafstein og farið heim til Hafsteins og myrt fjölskyldan og svo eitthvað enn. Ég ætla að segja að hann getur breytt sér í Hafstein og hósta þáttinn. Já, og Hafstein tekur sér frí. Nei, en við fórum í það þegar við ætlum að skrifa Clayface sögu saman. Við gerðum það horrormynd. Það er svo karakter býður upp á það. Já. Hann er örugglega mest hammer-villinin. En eins og ef hann kemur í live action, myndi það virka? Já. Núna, ég veit ekki, hann... Þarfst ekki mjög sérstaklega leikstjóra og allt svona til þess að virki? Það er bara Burton. Það er virkað í Burton. Málið er, ég veit ekki hversu... Er hann ekki of yfirnáttúrulegur? Já, það er nefnilega málið. Batman má alveg vera yfirnáttúrulegur, en þú þarft ekki þá að gera hann. Þú getur ekki haft Christopher Nolan Batman
og síðan Ben Affleck Batman sem er, svona, sem er aðeins íktari. Þú þarft eiginlega að hoppa strax út í þetta er Batman og það eru íktar ógnir í þessum heimi. Ég held að sé ekki hægt að vilja, þú getur ekki hægt þetta báðum með einn. Þú getur ekki sett Clayface í Dark Knight, það er ekki hægt. En þú getur séð hann fyrir þér í Burton heiminum. Já, miklu frekar, eða sérstaklega Schumacher. Já, við duttum aðeins út, við vorum að tala um Batman og Robin hérna við viljum, við langar að tala aðeins um George Clooney. Það var eitthvað, já, við erum ekkert að nefna hann. Nei, George Clooney hafði potentialið til að vera besti fucking live-action Batman sem við höfum fengið bara lengi. Ég myndi segja besti live-action Bruce Wayne. Já. Ekki Batman. Nei, ok. Ég er samanlega, mér varst það betri Bruce Wayne heldur bara. Já, því hann lukkar bara. Ég mitt vildi að þeir döbluðu dánaði þegar það var að tala um Titans, hann að live-action þættinir. Þeir voru að leita að fá live-action Batman sem svona eldri Batman. Þeir hefði átt að fá Clooney. En Clooney hatar þessu mynd. Já, en þú veist, gefa honum annan séns. Nei, ég held bara... Já, hann er ennþá að biðjast afsökunar á þessari mynd, sko. Já, ég er að segja það. Ég held bara að myndi aldrei leika aftur Batman. Ef þú labbar að honum og talar við hann þessa mynd, hann hefur endurgreitt fólki bíómiðaverðið úr eigin vasa. Já, þannig að hann hatar það mikið. Já, en mér finnst hann er góður í þessari mynd sem Bruce Wayne. Hann er mjög góður í þessari mynd. En er hann ekki pínu kjálegur í búningnum? Eða er búningurinn bara kjálegur? Það er búningurinn. Málið með búningin er, búningurinn er hannaður í kringum Clooney. Þú sérð að þetta er George Clooney í búningnum. Hann felur ekki reitt. Nei, þú veist, ég gæti farið í hennan búning og ég myndi samt lítið út eins og George Clooney. Við tölum ekkert hérna í Batman Returns þegar hann reif af sig grímuna. Já, Já, vá, það er fokkið mynd, sko. Þeir mála alltaf í kringum augun. Já, og það er farið í 1 sekúndu þegar hann rífur hann af. En mér finnst áhugaverðara en það. Fer gríman svona auðvitað af? Já. Já, það er bara eitthvað latexstrast, það reyða bara af. Það er eitthvað svona, já. Það er líka svona, þegar hann tekur þetta, en Batman and Robin mér finnst hún yndisleg, ég get alltaf horft á hana, því hún er so bad it's good. Já, ég skilji. Hún er svona skítuasta, eins og við tölum um maður, svona graffiti skítuasta, þetta er bara svona ógeðslegur staður þessi borg. Já, mótorhjólagengi. Sérstaklega mótorhjólagengi, þetta er bara svona sjálfslýsandi neon spray rusli, bara maður sér þetta og maður vill bara fara í styrk. Já, þetta er svolítið verið að ráðast á augun á manni, sko. Þetta er 100% rétt hjá þér. Það vill bara þrýfa sem það er búin að sjá. Skóla þessu af sér, sko. Ok, ef að fara að klára hana fyrst úr það, varst þú ekki að tala um einhverja mynd sem að hefði mögulega... Eina sem ég hef að segja um Batman og Robin í viðbóti er, mér finnst þetta mjög fallegt Arkham sem þau voru með. Ég skil ekki hvernig þeim dætti að láta Mr. Freeze fá búningu sinna aftur í endanum. En hérna, Batman Triumphant, það átti að vera Scarecrow Man-Batman. Sem Schumacher átti að gera. Já, og hérna, hún átti að hafa dýrasta atriði í kvikmyndasögunni. Þar sem að Batman var undir fyrrtoxin gasinu og þeir ætlaði að fá allar ógnirnar úr fyrrverandi myndunum aftur í stutt atriðarna í hausnum á honum. Og það átti að taka þessa myndu upp í Bahama-eyjunum. Af því að Jack Nicholson, mér skilst að hann bjó þarna á þessum tíma og hann vildi ekki ferðast. Og hann átti vist að fá, held ég, hvað voru það, 40 milljónir eða eitthvað fyrir að vera í myndin í 5 sekúndur eða eitthvað svo leiðis. Og myndin átti að vera tekin upp í kringum það að hann bjó þarna. Allir leikarinnir átti að koma aftur. Þetta var komið vel yfir $100 million fyrir þetta eina draumaatriði og þeir ákváðu, held ég, mjög réttilega bara að cancela myndin. Ég er hlindu fyrir okkurinn, þetta kom að fáralega. Já, bara eins og varst að svitna við tilhugsununa. Ég meina bara bröðla með pening og svona. Nicholson er eitthvað bara að hafa mig, að fljúum bara drastlinn til hans og tökum upp ykkur nokkar sekundur. En hann dó samt í sinni mynd. Já, þetta átti bara að vera í hausnum á Bruce Wayne. Gleymd að spyrja græðis út í það. Já. Bara, svo fyrir að klára hana fyrir hluta, svo höfum tíma fyrir sendið þetta líka. Hvað fannst ykkur það? Að Burton drap Joker? Það þegar maður heldur að þetta sé að fara að vera bara one and done, þá meikar það sens inn í sögunni. Já. Ekki skriði? Þetta virkar ekki fyrir mér sem heimur þar sem að Batman berst við sama glæpamannin tvisvar. Nei. Já, þú meina það. Heimurinn sem slíkur. Já, ég fatti hvað það er. Batman hann skýtur hann er dirty. Yeah. Hann strappar bombu og gæði og kílar hann í ræsi í Batman Returns. Það er líka mjög fallegt þegar Jokerinn er dáinn að við fáum samt tennuna hlæjandi. Já, það er ógeðslegt. Það er mjög svona
Burton atriði. Já, já. En já, Batman og Robin, yndisleg. Bara... Yndisleg mynd. Kýst hann og frekar að Batman Forever? Já, Forever betri, en... Hún er betri, en mér finnst skemmtilegra að horfa á Batman og Robin því hún svo mikið bara svona, eins og við vorum að tala þetta bara svona hver einasti rammi bara hvað að. En þess að við tölum bara skemmtarnagildi, þá kýstu Batman og Robin? Já, ég get hlegið miklu meira. Erst þú sammálunum þar? Já, örugglega. Ég hef séð Batman og Robin oftar og nýlegra en ég sá Batman Forever. Og ertu ekkert bara að hrista hausinn bara djöfull er þetta léleg mynd, ertu bara eitthvað djöfull er þetta skemmtileg mynd? Ég reyni alltaf að fara inn hugsandi hvað get ég fengið úr þessu frekar en að ákveða fyrirfram hvað mér finnst og finnst ekki gott myndina. Þannig að yfirleitt get ég fengið eitthvað úr þessu nema ef þetta eitthvað algjört sálarlaust krap. Þá náttúrulega... Voru búin að tala hvað svona best við hana, því það alltaf margt fáraldíni og Poison hefur ekki að virka alveg, Mr. Freeze ekki alveg að virka. Það sem gott við hana bara skorið, atriðin milli Bruce og Alfred eru flott. Þau eru mjög góð. Ég sammála því. Og líka... Er þið Batgirl? Við glemdum að tala hana. Já, ég held að það sé góð stað fyrir því. Hvernig fannst ykkur hún? Alicia Silverstone. Hún kemur frá Englandi en hún með rosalega bandarískan breskan heim, það ekki? Jú, en fannst ykkur töff þegar hún fær búningin og svona? Já, þeir slepptu Gerðurstón hennar búning samt. Já. Þeir slepptu Gerðurstón hennar búning. En hvernig fannst ykkur hún svo sem karakter? Var hún töff? Hún ekki karakter. Þetta er sama mál og með Þetta er Dick Grayson vandinn aftur. Það sem að Dick Grayson er karakter sem er mjög vel skilgreindur í bókunum. Já. Og þið gerðuð bara eitthvað. Saman með Batgirl. Batgirl er karakter og hún hefur alveg mörg ára sögu sem að útskýri hver hún er. Þetta var bara eitthvað. Þetta er svona Batgirl bara að því að við viljum selja leikfangið frekar en hérna er karakter sem getur gert myndina betri. Og Alfred var bara búin að spá í því að hún myndi komast inn í tölvuna, finna Batgirl, hafa búin að hanna búning fyrir hann, hafa búin að taka svona pre-recording til öryggi sem hann væri að fara að deyja. Þetta er rosalega úthugsað. Það er rosalega convenient. Já, þetta var bara, wow. Mér finnst líka rosalega spes að ástarkossarnir hennar Poison Ivy, akkur virkuðu þeir ekki á hana? Bara því hún er stelpa? Hún kyssti hann aldrei. Ekki? Nei. Já. Hvað fantasíur þú? Jú, nei, býtum. Jú, kystust það ekki? Nei, hún kyssti Robin. Hún ekki eitthvað svona framan í hana. Mér finnst þess að hún hafi... Hún kyssti hann ekki, En hver var með eitthvað svona... Það var Robin. Já, á vörunum. Já, með svona... Og Robin. Já, en þetta er svona, hvað er þetta að gera að taka þetta af? Hún hefði bara getað rifið í hann. En þetta er líka svona... En ef ég væri bara með geðað svona þurrar varir og ég gæti bara rifið svona... þurru varirnar svona af myndi það líka virka það þurfa líka svona dauðar varir bara var samt ekki máli með þarna blástöðum var þetta ekki svona feramóndar sem virka bara á karlmenn jú, þetta var eitthvað svoleiðis en virka samt ekki á Freeze en það er alveg því hann með þessa kúlu fyrir hausnum á sér hann er ekki með fyrir munnunum já það er svo fyndið, hann segir bara it only works for the hann talar þetta virka bara fyrir menn með heitt blóð eða eitthvað. En býttu, var hann ekki með samt, þú talar um hjálm, ég var alltaf að hugsa, var hann ekki með eitthvað hjálm? Jú, en hjálmurinn fór bara hér. Ég var ekki fyrir andlitinu. Var ekki gler? Ekki yfir andlitinu. Þið munið horfa á mynd, ég mæli með allir Google núna, mynda Mr. Freeze og Arnold, takk eftir þessu. Hjálmurinn, hann fer einhvern veginn svona í kringum andlitinu. Af því að Arnold Schwarzenegger myndi aldrei leyfa sjálfur, það myndi ekki leyfa neinu svona rusli ofan á andlitið að sér. Nei, það er líka mjög móðugt, það er mjög hratt. Já, ég held að við veit ekki hvernig þetta virk í dag, ætla þetta ekki bara svona CGI-a? Jú. Bara svona hjálmur. Hjálmurinn myndi koma bara hérna upp í alvörinni og síðan myndi þau bara byggja hann upp. Svona eins og Iron Man. Já. Viljið þið fá, ok, það er svona alveg að lókum. Ok. Viljið þið fá Mr. Freeze aftur? Já, góðan. Ykkur finnst það miklu meira potential í þessum karakter, hann á skilið betri meðferð. Hann á bara skilið heila bíómynd, sko. Hann er í Heart of Hush. Ég þarf að lesa það bók. Það er rosalega góð bók. Herru, endum á því. Ok. Partur 1, þá getur tekið smá pásu. Svo getur fengið meira kaffi. Getur fengið meira kaffi og getur pissað og svona. Svo tökum við part 2, þá förum við yfir... Kalt. Þá förum við, eftir að drekka kalt kaffi. Það var að kólna. Þá tökum við part 2, Nolan-myndirnar, Affleck, pælum aðeins í Matt Reeves-myndinni. Bara takk fyrir að komast okkar. Ég sé ykkur bara eftir 5 mínútur. Yes.